tölum það í síðasta þætti Birkir að fyrir síðasta þátt að það væri nú ekki búið að vera neitt veður fyrir de-icerinn frá Shell. Nei, það aldeilis komið núna. Djöfullinn, ég var að ferðast í morgun, við ætluðum að hitta Amala sem þátturinn hjá okkur þessa vikuna snemma og ég var svona svolítið sitt fyrir, rauk út, var á bíl sem var ekki búið að de-ica. Óde-icaður jeppi. Óde-icaður. Herðu, ég læt það ekki koma fyrir aftur. Litla norpið að standa þarna út í -6 að skafa og þú veist, það var svona búin að standa. Já, þetta var bara krabbað. Þetta var í lögum, sko. Þannig að ég klikka ekki því ég kem við í skútu og eitt hjá Skeljungi og fæ mér de-icerinn og mælu með að allir geri það. Já, endilega, sem fyrst, sko. Þetta bara að byrja og verða verra og verra. Já, herðu, en við töluðum með hann, Valgar Ragnarsson. Vallaði viðbúinu lækinn, eins og hann stundum með hann kallaði. Já, sá miklu meistari. Og við, fengum hann til að fara með okkur yfir svona, hvað maður segja, bara svona strategi og tækni við laxveiði. Já, það var bara káð djúpt í flugnaval og kasthotn og stripp og liti á flugum og bara nefndi það. Taumar og allt saman. Þannig að bara þið njótið þess, hann var alveg skemmtilegu maður og þegar kemur að laxveiðinu þá er nú bara fáið betri hérna á Íslandi. Það er bara staðreynd. Það er staðreynd. En þeir eru með okkur líka í loopmerge.is og þeir vilja minna ykkur á að sitja skilja ekki baki eftir á bakkanum, sitja það aftur í bóksið og já, það var sann eða bara komið sér til skila, ekki í náttúruna. Já, rúlegin á loopmerge.is og tryggja ykkur eitthvað fallegt. Víking, ávíkislaus, bóndi, ég var að sötra á því núna með vorum að taka upp. Já, ég held að þetta var góði vinnur bóndans. Já, þetta er virkilega ljúft. Þetta er Session IPA. Það er nú svona það sem ég hef saknað í minni neyslu á áfengislausum bjór að fá góðan IPA. Já, eitthvað svona með alvöru bragði. Já, það er smá bragð að þessu. Ég er hrifinn að þessu. En endilega Víking, bara takk fyrir okkur. Veiðiflugur, Langholtsvegi. Stutt í jólin. Stutt í jólin. Jólagjafirnar eru þar og ef þið ætlaði að kíkja í kaffi, þá kíkja í Grétars í kaffi. Grétar sér ykkur, sko. Já, Grétar er bestur í bollanum. Hann rís ofar heldur Friðjón og Andri. Þannig að endilega kíkja í Grétars í bolla, skoði flugundíkarefnið og svo náttúrulega bara allar bestu jólagjafirnar. Veiðiflugur Langholtsvegi. En Valgar Ragnarsson, njótið. Herra Valli, velkomin í Hillin. Takk fyrir. Hvernig kemur undan sumri? Þetta var bara gott sumar. Já. Bara eiginlega, mikið betra enn í fyrra. Hvernig, svona þín persónulega veiði, gekk hún vel að? Hún gekk bara, hún gekk mjög vel, svona þangað til í sjóbyrtingum í Kvíslinni í lokin. Það var mjög erfitt. Sveikan? Já, hann bara fór illa með mig. Ég á bara enga mynda að falla um haustsjóbyrting. En sko, húsið Kvíslan alltaf sérstaklega duttlugafull á. Já, það er, hún var lokuð, við komast ekki niður eftir, niður á neðri svæðin. Já, flæðir inn í alltaf. Það fór illa með okkur, sko, en ég fekk eitt svona pjakk en annars var þetta mjög erfitt, sko. Þetta er eitthvað, það er eitthvað við þessa á sem gerir hana svona frekar trikki veiða og náttúrulega laxveiði, þetta er lengt og viðkvæmt og svo getur farið að bráðna í þetta eða hún getur orðið vasslítil og vassmikil og þannig að hún getur alveg farið illa með mann, sko, múti var kannski orðið við það. Já, mjög. En laxinn var mjög góður. Ég átti 2 mjög góð hol í Hofsá. Kíkti svo í Hölkna aðeins. Það var mjög gaman. Það var afróða tímabil þar var ekki? Nei, það var gott tímabil í Hölkna. Já, ok. Það farið í 140-150 fiska, 2 stangir. Það er gott tímabil í Hölkna. Það er mjög gott. Þannig að allavega í seinni tíð. Já, ég poppaði við þar bara meðan júli á leiðinni í Hofsá. Það var bara komið tölvöld af fiski. Það er flott á. Já, mjög skemmtileg. Því að maður hugsa alltaf þetta er litla á hann í Þistilfirði en þetta er samt alveg svona svits á í eðlilegu vatni, sko. Þetta er miklu meira vatneldur en sem ég held að væri, sko. Já. Þannig að það var mjög gaman þar, sko. Þannig að ég stefna að fara þar í ágúst núna næsta ári. Hver eftirminnilegu fiskur? Já, ég fekk eitt svona 95-6-7 cm splunkun í hann í Hofsá. Já, ég man eftir hann. Það var mjög skemmtilegur. Þannig að ég fekk reyndar mjög flotta seríu þar af fiskum. Ég fekk 88 minni mig, 89 og svo 95-6. Gekkja. Í sama holinu. Sko, stór ástæða fyrir að við fáum þig hérna núna, Olli, er að maður er, bæði við
lengi svo sem þekst og maður veit með þér að tala um veiði og það er svo flugupælinga hennar. Þú ert svona mikill nostrari í því að pæla, þú veist, allt í einu eitthvað, já, þetta er ardillidagur eða lala. Hvað ert að leita eftir þegar þú ert að velja flugu í laxveiðina? Ég held að þetta er rosa mikið svona einhver, þetta er örugglega samansafn af bara reynslu. Þú veist, ég hef alltaf mjög duglegur að skipta flugu og er með mjög mörg pattern í gangi og eitthvað svona sem að yfir lengri tíma maður búin að veiða mjög mikið af smáflugur og eða miklum tíma á sko, þá einhvern veginn er það bara þú veist, stemmingin í veðrinu og þú veist, lofthittin og eitthvað og tímin á árinu segir þið bara að núna er þetta flugan og þú veist, einhvern veginn þú veist, við förum alltaf einhvern veginn, svo er þetta bara eitthvað svona hegðunni hjá manni sjálfum að maður fer inn í þessa flugur þegar það fer komið þetta. Ég nota bláa metalliku mikið early season. Ég set hann ekki undir eftir svona byrjun ágúst. Og náttúrulega, þú trúir á þetta og það er náttúrulega að veiða, þegar þú hefur confidence í flugunni, þá veiður náttúrulega betur og allir þessi frasar. Já. En þú veist, þú veiðir oft vel og betur en aðrir en satt þú veist, það þessi mýta í íslensku veiðmönnum og maður er svolítið fastur í því stundum sjálfur, þú veist, það er bara Francis, Sunray og laxinn tekur hvað sem er og eitthvað svona, þú veist, þú ert alveg á andurum pólum. Já, þú veist, það ég er alltaf búin að gera mér þá, skoðun að þetta sé miklu meira skilgeim heldur en, þú veist, menn vilja, þú veist, það meina bara, þú veist, þú fer bara með þessa flugu, fer bara yfir heilinn og fiskurinn sem tekur. Þú veist, þú veist, mín skoðun er það að þú getur fengið alveg ótrúlustu fisk að taka með bara tíma og breyta patternum og stækka og minka og þú veist, ég er búin að ímynda með það að skipti bara miklu máli hvað að lita krók út með aftan í mikrotúbu til dæmis. Já, þú ert alveg þar. Já, þú veist, alveg farin í því sko bara og þú veist, ég endaði með að þeir redduðu mér sko krókum í snillingarnir á Akureyri. Viðríkinu. Þú veist, þá vantaði mig sko FMC 14 í gulli sko. Og þú veist, ég var búin að leita hver einasta búð bara skilur og ekki séns að fá þetta sko. Og þetta var bara svona smá vanlíðan. Það verið ekki með þetta? Þú veist, hvað ég fæði miðjan ágúst fyrir austan skilur, þetta var alveg bara verulega mikið haft fyrir hverjum einasta fisk sko. Ertu þá bara, ef ég væri nú bara með gullkrók aftan í þeirra mörgakillar míkotúbu? Og ég segi bara, kottum með þessu flugu, ég skipta, þetta er bara eitthvað ekki að virka, þetta er aldrei að fara að virka sko. Ég fæ alveg svona bara ekki séns. Nú maður segði sko, þú veist, einmitt, það er, þú veist, af hverju skiptir flugu? Þú veist, þegar þú ert bara, þú ert að vinna í gegnum eitthvað veðistað þegar maður hefur segið sko, þú spænir alveg inn línunni sko og skiptir þetta eins og sko eins og lífið já, bara eins og fluga sig að eitra heilinn sko. Það er bara, þú veist, þegar maður kemur til þeim svo ákveðna bletti eins og bara þau tökum dæmi skipaheili selá, og þú færð ekki viðbragð, þú veist, ákveðnu tíma dags þú veist, á ákveðnu blett og hann kemur ekki í fluguna þá yfirleitt ertu bara með vitlausa fluguna og þá, þú veist, ertu með eitthvað, ok, hann hlýtur að taka þetta og þá skiptum bara í kvelli og því að, þú veist, ef þú ert að lemja á honum 5 aukaköst með vitlausu flugunni, þá minnkar líkurnar að hann taki. Já, bara getur steikt hann. Já, þú veist, það er allt sem getur gerst sem að, þú veist, það er svo margt sem getur gerst sem getur eyðilagt að hann taki þessi fiskur. Þannig að, þú veist, það er þú veist, það fari ekki of langt með vitlausu fluguna yfir aðalhrúuna fiskinum eða besta tökustæðin. Það er bara svona, mér finnst það skipta alveg rosalegu máli. Ertu þá eftir að, þú veist, bara þrákasta, þú veist, þú ert náttúrulega auðvitað að tala staði sem þú þekki vel. Já. Þú veist, þannig að þú veist, þú veist, þú byrjar á einhverjum stað og svo vinnur þið nýra og þetta er, skilur, heiti bletturinn. Já. Stendur þar þá bara á skiptinu flugur? Já, þú veist, þá myndi ég bara, þú veist, oft fæ ég bara, þú veist, annarkvæmt ef ég er að gæta veiða sjálfur, sko, þá bara, oft nota ég bara, fæ fólk kúnan eða sjálfur með til að lengi ég bara svona, þú veist, flugulínun alltaf 10 cm, kofverið kannski svona 1-2 metra og svo bara spóla þín aftur og byrja upp á nýtt, skilur. Þannig sért ekki alltaf að hreyfa þig sjálfa þig, heldur þú bara að vinna með einhver ákveðna línulengd, sko. Þú veist, þannig að þá ræður miklu betur við lengdi heldur. Eitt skref getur bara verið yfir 20 pundara. Þú kastar á spór, þú varst 15 cm framan hann, eitt skref, það er bara 20 cm frá aftan hann, sko. Reyndi að minna það mér að því svo lítill, sko. Sleppur of. Þú sagði það.
En þú veist, hver pælingin? Segjum bara að þú kemur að hil og hérna, þú byrjar bara með hits og fiskur bólar, þú veist, hvert ferð þá? Skilur þú veist, hann bólar tekur ekki... Ég byrja aldrei á hitsi. Nei? Þannig að þess að, þú veist, jú, ég geti frekar það með sjálf, ef ég var sjálfur að gera það, sko, en með sem að kunna ger ég aldrei, vegna þess að þegar þú sér tökuna og oft er svo mikil aggression í hitstökum að það eigur líkundur að klúrist. Já, þannig að nóðunum við manna bara breiði við. Já, þú veist, þannig að ég svona myndi alltaf velja fluguna sem bara, þú veist, ef ég geti deadrifta litlum Sunray með Kamasan 14, skilur, þá er ég rosa kátur, sko. Þú veist, eða bara góður í þríkrækju. Þú veist, þú veist, það væri preferred. Ok, en þú ert með lítinn Sunray, þú veist, þess að eins tómi dúbu, rúmlega það væng, fiskurinn, þú veist, bólar, þú veist, 2 ára eða eitthvað og þú veist, hvað er með okkur í gegnum, hvað er þá pæla? Þú veist, við erum bara með í júlí, það er þessi tími sem fólk segir að þú veist, þú kastar bara Sunray eða Francis og þú veist, þú veiðir allar fiskar sem þú ert að vara að veiða. Já. Hvað er næst, skilur? Þú veist, þá færi ég alltaf í, þú veist, 12 laxaflögu. Þú veist, ég myndi ekki fara í 14, þú veist, þú ert líklega að halda honum á 12. Þannig að ég reynir bara svona, minnum að þessara, riskinn. Þú veist, ég myndi ekki setja mikrohits með, þú veist, með einhverjum 14 króki í eða einhverjum, þú veist, það er minni líkur þannig að ég færi, þú veist eins og bara í miðju júlí í Hofsá, sko, þá væri ég náttúrulega bara með megnu til með Sunray, lítinn Sunray og svo náttúrulega þegar fiskurinn fyrir að koma í til bólar og hættir, sko, þá þarf það að fara að strippa og þá fer að breyta taktíkinni og sko svo er alltaf bara skipta á milli strips og deadrifts og svo þetta alltaf vera segur að sirka út lengdina, þú veist, ef þú ert að deadrifta, þú veist, ef þú ert að strippa fisk og reysir hann og svo kemur hann í þetta og svo hann tekur ekki deadrifti, þá áttu alltaf að vera naskur að hitta akkurat á lengdina í deadrifti, þú vilt ekki spólin línunni sem hann var að koma í á strippinu, sko. Nei. En þú vilt samt halda eftir smá af... Já, þú vilt halda eftir, þannig að Og svo náttúrulega þessi kastvinglar, ég man að, þú veist, fyrir 10 árum síðan eitthvað, þá sagði þið við að Bjarnahil í Sela og þú veist, kannski útfarslega eitthvað sem ég að vera að pæla sjálfur með svona, þú veist, þú veður til dæmis, þá varst að vaða lengra en ég að kannski, þú veist, ertu þá bara búin að senda, bara fokk fiskarnir sem er hér, ég ætla bara að fórna þeim, ég ætla bara að brjóta nokkur egg til að búa til þessu omelettu til þess að ná þá þessu þrönga kasti niður, menda upp í strauminn og mýg strippa Já, það er því að þá er einhverjum þó þetta alveg á megastrippi, þá er engin hrað á flugunni. Nei, bara setja axum. Þú ert ekki að hraða á þú veist, flugunni yfir, hún er bara að koma upp. Já, hún er bara eins mikið upp og hægtir og mér finnst það allavega fyrir austan og í svona stærri ám finnst mér bara alveg krúsjál atriði, sko. Já, ég manum þetta að Dennis sagði ekki við mér mörgum síðan, sko, að ég taka alltaf þegar flugan kemur svona yfir öxlina þeim. Þú veist ekki að það fiskar sér með axli. Nei, já. Skil hvað, þú veist, þú kemur hérna svona, kemur í prefralið og hverfur svo fram úr þeim. Þú veist, og mér veist rosalega margir hafa svona tendið segja að kasta ofþvert í laxveiði. Já, samanlega. Þú veist, þú kemst upp með það meira því minni sem áin er, svona einhvern veginn, en samt sko bara, mér finnst að kastvingillin sko er miklu víðari ætti að vera fyrst mér hjá. Nú tölum við til dæmis Frötin, sem er alveg andur með, þú veist, hann er alltaf veiða einhvern veginn miklu stærri árheldur en Selá til dæmis, þú veist, þegar hann er að tala litla og það er hann kannski að tala sogið, sko, blöndu þegar hann vill þetta sko að kasta þvert til svo síni prófílinn á flugunni, við erum að reyna eitthvað allt annað. Já, þetta er bara, ég menn, er ekki hann sem segir að ekkert bjarga laxeis mikið á mendið. Jú. Þú veist, það er bara, en svo er alveg, þú veist, til, ég menn, ég hef veitt Rússland og, þú veist, ég, var einhvern veginn að labba rölda með ánni og var bara að kasta út og hafa mega bugur, ég var með Francis nr. 14 og hann hendi sér bara, þú veist, risa fiskur, þó væri svona sönreibugur á henni, sko. Já. Þannig að, en ég, þú veist, ég hef aldrei séð það gerast á Íslandi að einhver kasti óvart 16 flugu í Sela og bugurinn taki, straumurinn taki í buginn og það hendi sér lax á flugu svoleiðis, sko. Nei.
En þú náttúrulega ert líka, þú veist, ég meina þessu bara með sjálfum mig, maður fer í gegnum eitthvað svona, maður tekur eitt skref tilbaka, eitt skref út í, þú veist, þetta deadrit og þetta er svona eitthvað svona, þegar fiskur er búin að boila eitthvað svona, kannski orðið svolítið rútína sem maður fer í gegnum eitthvað. Svo er rosa margir. Hver er þín rútína með það, þú veist? Rosa margir, ég hreyf, alls ekki hreyfingu eða fiskur boilar, eitt skref aftur á bak strax eins og margir gera, finnst mér alveg bara fatal, sko, ég bara, þú veist, það er því að ef hann sýnir áhuga akkord í þessum vinkli sem þú kastaðir, akkord að þessum stendur, þá, þú veist, taktu allavega, þú veist, 5 til, þú veist, 20 köst á það. Það var alltaf þetta reykja hálfa, kasta svo aftur, nákvæmlega eins. Nákvæmlega, þú veist, ég er alveg hinum með, það er bara, og þú veist, ef ykkur fer að hreyfa hjóli eða stytta línu, sko, þú veist, það bara gerir mig geðveikan, sko. Alveg, þú veist, bara, þú veist, þannig að, því að, svo hefur, því maður er búin að vera svo ógeðslega ofta, bara eins og í fossinum í Hofsá og fossinum í Sela og svo stöðu sem maður getur séð fiskinn reakta og svo reisi fisk, hann getur komið 15 sinnum, 20 sinnum eftir flugunni án þess að boila eftir það. Þannig að menn alltaf kasta 2-3 sinnum og hann er ekki komið í þetta, hann getur að komið í öllum kostunum. Og það er oftar en ekki, fiskur sem sýnir reaction, gerir það aftur, hann gerir það bara aðeins minna alltaf og aðeins minna. Svo setur nýja flug, þá kannski kemur hann aggressívar aftur upp og brýtur yfirborðið. Þú veist, en yfirleitt er hann að sína eitthvað reaksjón ef hann er yfir höfuð og þú býður upp á sama kasti, sko. En það er alveg krúsjál að, þú veist, ég sá það, ég var að gæta í Hofsá í sumar með mjög flinkan kastara. Komum upp í Hagabrekku og hann lá sérst í horninu fjær, alveg niður í horninu þar, bara stakur fiskur. Og köstum litlu sönnur, hann strippar og hann reisir hann alveg leið, sko. Og ég sit bara upp á klettinum og hann tekur svona 25 köst og nær ekki alveg að rétta úr sönnunum, hann kemur aldrei aftur, sko. Þannig að til þess að ná þessu kasti aftur, þá enduðum við að þurfa að setja hann aðeins utar í hylinn, láta hann vaða aðeins úti, þá datt hann og bara leiðum datt eins, þá smallan, sko. En hann var búin að setja 25 köst þar sem var alveg fastur. Þú sá fiskur. En svo farið fiskar sem að hreyfa sig að hver einasta kasti, aftur og aftur. Þannig að ég, þú veist, hreyfingin, þú veist, þessi, þarna var ég búin að láta hann kasta 25 sinnum áður en ég fór eitthvað að færa kúnnan. Já, einmitt, eitthvað á næsta fisk eða eitthvað. Já, þú veist, eða bara reyna að fá annan vinkil á hann eða eitthvað til að fá hann, þú veist, eða fá fluguna betur á hann, sko. En þú veist, hann hefði líklega náð hann með hann hefði náða, þú veist, smellinu þannig að hann byrja að veiða. Já, þú veist, þarna voru bara í, sko, þetta er svona 25 metra köst og rétta úr, sko, 15 feta taum, þannig að þetta var alveg, þú veist, þetta var eins trikk í svona að fá hann aftur í eins og hægt er sem maður náði, sko. Þannig að maður einhvern veginn, þú veist, maður gleymið oft, sko, það er alltaf þetta að lax sé svo heimskur og silungur sé svo, þú veist, erfiður og því svo mikið að það vera betri í silungsveiði, en þú veist, einhvern veginn, því meira sem maður er kringu laxveiði, þá áttar maður að sjá því að það eru einhverjum menn sem hafa betra laga á þessu en aðrir og menn átt svona kannski gefast upp í þessu, þú veist, hversu góðu getur orðið að kasta 45 og strippa. Já. En það er náttúrulega bara ákveðin uppgjöf í íþróttinu að halda að sé ekki fleiri vinklar. Já, það er alveg, þú veist, og þú veist, auðvitað er maður oft beat, sko, þú veist, það sem að, þú veist, Já, og þegar laxveiði er erfið, þá er þetta ómögulegt. Já, þú veist, þannig að, en silungur þarf alltaf að borða, það er blúsið með hann, sko. Þú veist, hann verður að borða, sko. Já, einmitt. Þannig að, en laxinn er, já, hann verður mjög trikki, sko, en þannig að, þú veist, já, kastvinkillin er bara, finnst mér, þú veist, rosalega mikilvægur og, þú veist, og svo, þú veist, það er ótrúlegt hvaða stundu þarf að vinna í hverjum einasta laxi, sko. Þú veist, Oft getur líka, þú veist, ef þú ert að veiða á prime time, þá getur tímanum verið jafnvel betur varið í að fara bara í næsta lax. Já. Þú veist, og svo ertu kannski búin að fá eitt fisk til að hreyfa sig, þá er kannski í ágúst alveg þess virði að djöflast á hann. Já, þú veist, og já, svo er það náttúrulega orðið svona, þú veist, ég hef alveg verið verulega bít eins og einu sinni var ég skora heila vakt að því ég asnaðist til að reysa í 20 pundara, sko, og ég var bara fixated á því, sko, og bara það var bara 300 flugur og bara, þú veist, alla flugurna sem ég átti, sko, ég bara Svo tók að Rauða Francis. Nei, hann tók bara ekki neitt. Þú veist, það var bara, þessi vakt var bara farin. Já, í þennan gæja, sko. Þetta kallast að festast. Já, og alveg, sko, þú veist. Ég mani mitt þegar ég
kom og veiti hofsáins þá varst þú þarna og bara, ég man nú ekki hvað staðurinn heitir en það var ekki staðarinn frá og já, þarna, það eru stóru fiskar en við sjá ekki festast. Nei, nákvæmlega, sko, það er hérna, þú veist, það er stöðuglega hagabrekka, sko, þú veist. Já. Þú veist, þeir alveg, þú veist, maður... Ég festist samt, náðu svo glæsilega 48 cm laxi. Kemur eitt svona lítill undan og sækja. Já, þessi stóri var búin að koma aftur og aftur. Ég var með einhverja flugu frá hérna Hilmar Hansinni, hérna Ossu. Já. Laxins tók hann. Já, kom svo sjóbleikja upp úr. Það er ræðilegi, sko. Það er rosa auðvelt að festast í hagabrekkunni, sko. Það er hérna, þeir eru mjög stóriðar. En þú veist, svo er náttúrulega, þú veist, búnaðurinn í kringum þetta. Þú veist, maður er, og þú eru örugglega rekið á það líka, menn eru oft með vitlausa búnað sem tónar ekki saman. Þú veist, nú vita allir þau ekki að horfa á húna þegar þú ert að vinna hjá Loop og agitera fyrir það. En svona burt frá því hvað merkið þú ert með, þú veist, hvað er, þú veist, eins og græjurnar í þetta, þú veist, hvað er að tala um, hvað er golden stick í laxveiði á Íslandi? Þú veist, ég vil hafa hana freka mjúka. Þú veist, þú varst vinstormaður í gandamanni? Já, þú veist, ég hérna, þú veist, við erum að vinna bara með svo fáránlega mikið af litlum flugum og oft bara mjúkum krókum og hérna, litlum krókum og bara ógeðslega litlum fyrir hvað stærðina fiskum, sko. Maður er að setja í á þetta og þú veist, þá vil ég bara hafa mjúka stangir, þú veist, og aksjónni sé þannig að þú veist, þú sért allavega ekki að beigja upp krókana því að stöngin er stíf, sko. Já, maður sér þetta náttúrulega hérna, þú veist að þá þessi headshakes og svona sem koma ofta að stöngin sé að dempa það og gleypa það og líka bara, þú veist, við erum með mjóa króka með mjóu stáli og það er mikið álæðum að þeir bara rífið sér í gegn, sko. Svo líka bara presentation, þú veist, ofta að reyna að rétta úr, sko, segjum bara ég veiði mjög mikið með 12,6 feta tvíundu og er kannski að veiða með 15 feta pluss taum og þú veist, að reyna að rétta úr því, þú veist, teipirðum taum með svo, þú veist, teipið á og þú reyna að rétta úr með 14 flugu, þú veist, það fer rosalega illa upp með mjög stífa stöng, sko. Einhvern veginn, þetta er... Þú veist, nú tala allir um þetta, þú veist, einhvern veginn, ef þú talaði við, þú veist, kannski veiðmenn og leiðsögumenn sem eru mikið í bakkan, þú veist, að fólk sé almennt að koma með kannski of stífa stangir, of framþunga línur og eitthvað svona, allir að leitast við að einhvern veginn kljúfa ímyndaðan vind, sko. Já. En þú veist, þú kannski endar á að skjóta það í fótinn bara. Já, ég meina, lærðu bara doppelhól og þú veist, þá er málið dautt, sko. Þú veist, það er hérna, þú veist... Bara wait forward lína og... Já, þú veist, það er hérna og hérna... Þú veist, já, ég hérna, þú veist, mýgrið sem stangi bara eins mjúka og getur þannig verið með, sko, að það satt að sé eitthvað vesinn að kasta þessu, sko. Já. Þú veist, það er hérna... Vesinn hann á fiskirum minn. Já, þessar midflex stangir náttúrulega eru, þú veist, ég vil bara... medium fast, er rosalega fínar, sko. Og hérna og flest skandinavísku merkin eru að gera frekar góða stangi fyrir þetta, sko. Náttúrulega Loop er náttúrulega mjög bara ógeðslega heppnir það að Klaus er hérna allt sumarið testandi stangirnar í umhverfinu sem að við erum að, þú veist, svo fara að nota þær í. Já. Þannig að, þú veist, það er bara alveg, þú veist, það er því líka svona forréttindi að vera svo að presentera einhverja vöru sem er bara test og hönnuð á bökkunum. Já, er hönnuð fyrir þetta? Já, sem er kannski ekki gott businessplan, sko. Já, það er svo annar mál. Þú veist, einhverju nokkur þúsund veiðimenn sem veiða lax á, þú veist, í heiminum. Já, einmitt. Það er kannski ekki hérna, en hins vegar, þú veist, verða að græða þetta mjög skemmtilega fyrir það sem að, hérna, við ætlum svona að nota það í, sko. Já, maður náttúrulega ímynd sér með, þú veist, eins og þessar amerísku stangir, þú veist, þær eru náttúrulega það er ekki lax að neinu viti í Bandaríkjunum. Markaðin er fyrir þessar stangir 7 og upp er bonefish og sjóveiði. Og það er náttúrulega gerða fyrir allt aðra veiði þar sem úr með allt eru í þessu króka og allt eru í þessu tauma, sko. Já. Og þeir eru ekkert að fara, þú veist, þú ert ekkert að fara að díla, þú ert að fara að díla við allt annað bara. Þetta er ekki næstu, bara þetta er ekki líkt. Þú veist, maður hefur veit í salti, sko, það er bara allt annað game, sko. Já, og það eru mjög fínar í það. Já, frábærar í það, sko. Þannig að, þannig að ég, þú veist, fyrir austan, þú veist, austan í stærri ánum, þú veist, þá er, þú veist, 12,5, 13 fetastangir, alveg solid. Þú veist, þú þarft eiginlega ekki að fara í 14, sko.
meira svona sogið eða Já, þú veist, þannig að hérna njúská eða eitthvað. já, svo svona, þú veist svo 1.7 eru bara klassikar í þetta. Hvar, nú hérna maður líka tekir á svo mikið eftir að Íslendingar kaupa örugglega mest í heiminum af 9,6 og 10 fettastöngum. Já, Þú veist, en þeir kaupa það til þess að ætla að kljúfa vindinn en eru þá í rauninni að gera sér óleik. já, það er hérna það er þú veist, mér finnst rosa fáar sjálfur það sem ég prófa, fáar 10 fettastangi góðar. Það eru fáar. Það er bara, ég er svona, þú veist, það er alveg bara ég man bara alltaf eftir einhverju 10 fettastöng sem að ég svona tók fannst bara geggjuð, sko. Miklu fleiri 9 fetta, sko, og svo svona sumar 9,6 fetta. Já, ég hefur mér stjórn á kastinu og svona getur að kýla upp í vind því að þú veist, bara þú bætir við auka fetinu og það er oft svona lind og er ekki gert til þess að þú veist, þú er bara komin lengur upp í vindin, það opnar lúpuna og drefst meiri vindi í staðan fyrir að vera með styttri og meira power, sko. Þannig að, hérna, þú veist, þannig að ég kaup meil aldrei stöngir yfir 9,6 feti, sko. Það er þú veist, þetta er oft líka sölpunkturinn í þessu eitthvað svona upp á hitsið og eitthvað svona en þú veist, já, feti er ekki nema 30 cm, sko. Þetta er bara, hérna, sko, hálft fett, hérna. Já, 15 cm. Ég ætla að hitsa með 10 fetin, ég ætla bara að gera svona. Þetta er meðal larfur, sko. Já, það er ekki alveg að vera að breyta en oft gott upp á kannski að menda lengri línur og svona, sko. Þú veist, auðvitað hefur að advantage, þú veist, og líka, þú veist, þegar þú lendir í stóru fiski, sko, stóru fiski í þokkalega góður á, sko, þá eru fetin ofta bjargaðir til að, þú veist, þú veist, með einhverja 9 feta að berjast í, þú veist, eins og fossbreiðin í Selá, sko. Lína bara er hérna, sko, veit ekki hvað ég er búin að missa marga fiska þar, sko, með einhenduna alveg í king, sko. Finnst þið mitt, sko, það er kannski fyrir svona 20 ára síðan vali, jafnvel lengra, þá var rosa mikið einhvern veginn þótti fínt að vera að veiða lax á 5. Þú veist, ég fekk hérna 15 bita lax og ég fekk hann á 5. Já, fjarka. Já, ég veit, eða 0 eins og ég ákvæmum sjónvastætti eða eitthvað svona. Þú veist, þetta er ekki gaman, þú veist, þetta funksjónar ekki. Þú veist, það eru hlutir sem maður kannski áttar sig ekki á, þú veist, þegar maður er að veiða smálaxana og svo færðu loksins draumafiskinn, þá þarft að krækja fyrir grjót og þú þarft að hafa einhverja stjórn. Þú ert líka bara að fann að tósa. Já, þú ert að tósa beint út. Já, þú ert bara, þú veist, þú getur alveg bara haldið í línun og verið hérna, sko. Þú veist, þetta er, hún fer bara í kork og svo bara, þú heldur bara í korkin og hún bara bein. Já, og náttúrulega líka úr komin, úr að veiða, oft þegar maður að veiða stóra sjóbyrtinga eitthvað á 5 eða eitthvað. Þá er líka bara mikilvægt að vera með bara almennlegt hjól, sko. Því að þú ert að þreyta fiskinn á hjólinu, ekki stönginni, sko. Ekki stönginni, sko. Þú veist, það fer bara, þú veist, ég man eftir fisk sem ég setti í gullili kvíslinni sjóbyrting, sko, á 5 og, veist, það var bara hjóli í botni og svo bara þvældist hann alla breiðuna og, þú veist, ekkert kontról, þú veist. Ég með ekki hvað ég var lengi að þreyta hann, sko. Ég hef bara með 7, sko, hef ég bara ráðið mjög við hann, sko. Og einmitt þegar maður missir fisk frá sér, sko, að geta bara, þú veist, haldið í bötti á tvindinu og lyftinu fyrir haus, staðið fyrir að þurfa að fara vað úti og krækja fyrir grjót og eitthvað svona. Já, þannig að, hérna, ég svona, þú veist, ég var rosalega lítið með tvíundur hérna áður fyrir, sko, veitir alla laxa og allar átnar með einhendu bara, sko. En svo er ég bara komin hinum með núna, sko, þú veist, það er svona valla í grípi í einhenduna fyrir austanlemis. Nei. Þú veist, þetta er bara og einhvern veginn svona þægind að geta bara veltikastað, þú veist, undurhandakastað þetta allt saman og... En við Íslendingar erum náttúrulega bara ekki góð tvítukastar. Nei. Svona meðaltali, sko. Nei. Þú veist, það er náttúrulega ekki tré hérna, við erum lítið nettir í þetta, sko. Já. Og einmitt þetta, þú veist, mér finnst þetta ennþá svolítið, þú veist, ríkt í okkur að vera hérna flottir. Ég er nú bara með 6 í þessu. Ja, svo erum við líka bara svo ógeðslega lélegir að æfa okkur. Já, við erum alltaf að veiða. Þú veist, þú veist, það fer enginn eitthvað og rigga græjunu upp og finnur sér eitthvað strömmvatn, þú veist, eins og núna getur nú bara allir búin að vera að æfa sér stanslaust núna, það er ekki nokkur einast ákvöðin að klaka, sko. Nei. Menn getur bara verið með að æfa sér að kasta, það er enginn, bara, við erum bara ógeðslega lélegir þessu, menn að skandinavar eru, þú veist, rosalega duglegir í þessu. Það er út af því líka að ekki fiskur, við höfum alltaf bara haft svo mikið fisk, skilur. Við höfum alltaf bara, ég er nógu góður, skilur. Og jafnvel, þú veist, bara maður fann það eins og sjálfur, ég fór nú, þetta er að ég fann til
fór til Argentínu síðasta vetur og fann til vannmátta mínu með tvíendu og þú veist, búið maður bara aðeins svona vinn í þessu sko, þú veist, jú, ég slarka þessu einhvern veginn út, en þú veist, bara að gefa þessu svona smá, kingja aðeins stoltinn og fara á eitt námskeið og svona, hvað maður verður strax miklu betri. Já, maður, þú veist, maður býr rosa vel að því að allt sumarið klásið fyrir austan. Og þú veist, og ef maður fer eitthvað, þú veist, út, þá getur maður alltaf fengið hann til að benda sig á hvað þú ert að gera vitlaust. Þú veist, og þetta oft bara svona ótrúlega litlir hlutir. Yfirleitt er þetta að fara hratt. Já, og yfirleitt of langt fram með hana og þú veist, of langt aftur með hana og þú veist, vingill í honum er alltaf bara einhvern veginn svona, sko. Já. Einhvern veginn sem að, þú veist... Rosa tætt allt. Já, rosa erfitt einhvern veginn að kontróla þessu, sko, en þú veist... Og kannski ekki fyrir meðal manna leik eftir. Nei, en ef þú þrengir þetta aðeins sjálfur, þú veist, stoppar hann að hærra bæði aftur og fram, sko, þá, þú veist, lagar ótrúlega mikið, sko. Já, maður er svo vanur í að vera doppulholla, fara alla leið og fyrst... Mér finnst alltaf jafn gaman að fá hann til að fara út með manni út í á og segja manni hvað maður er að gera vitlaust og færa mann til, stoppa. Þannig að þú veist, og við erum bara úkislega lélegir að æfa okkur. Já. Þú veist, það er dagarnir í veðinu eru dýrir og þá bara ekkert neina já, þú veist, og einhvern veginn bara ekkert að pæli þessu, sko. Þú veist, hversu mikilvægt þetta er. Þetta er eins og að tala þú veist, þegar þú sást mig í Bjarnarheiði fyrir mörgum árum, sko, þá er alltaf með einhendu. Já. Núna get ég verið ansi mikið minna úti og vera að kasta langri línu með tvíhendu en sama kastvingilin. Þannig ég þarf ekki að fórna fyrstu fiskunum sem ég gerði alltaf því ég var að vaða alltaf að fá rétt af vingilin. Núna get ég bara aðeins nær landi og kasta samt sko sama kastvingilin og hægt á henni og teki alla fiskana. Og það er náttúrulega líka kannski annars að gleymist að þú veist, tvíhenda snýst ekki endilega að kasta langt, sko. Þú ert ekki að kasta lengra en þess að 30 metrar sem bara... oftast. Þú mendar náttúrulega miklu meira línu. Þú getur stjórnað hraðan, þú getur mendað yfir steina og svona. Svo gerir ekkert með einhendunum bara að út í. Þannig að það er alveg, þú veist, og þannig að það er svona, þú veist, svona, svo bætir það alltaf. Og þetta er allt fiskar sem veiðir meira. Já. Þú veist, ef ég þarf ekki að vaða yfir fyrstu fiskan í Bjarnarheiði, sko. Tekur þá og getur tekið þá líka sko. Getur tekið í einu reynsli þú veist, oft svona ef maður að veiða á einhendu tvískiptum maður þessu já, og tekur kannski fyrsta reynsli, bara 15 metra kast svo ferður lengra, en þú veist, þá nærir náttúrulega bara einni flug og þessa já, þá nærið bara Bjarnarheiði, sko, fyrsta lagi sko. Já, þá gerir ekki tvískipta honum eitthvað já, sem er náttúrulega, þú veist, að einhver leiti sniðugt þú veist, einmitt á það, þú veist, þú kemur að veiðist þú veist maður sér oft hjá veiðmönnum hvort sér íslenskir eða erlendir þú veist, þeir bara hvar að byrja og hvar að enda þú veist, þetta er náttúrulega ekki þú veist, veiðistæði getur verið margir veiðistæði ertu með eitthvað svona plan? Já, sérstaklega eins og Hofsá við verðum sérstaklega svona trikki með þetta, þú kemur ofta rosalega stórum veiðistæð, ógeðslega fallegum og þú veist, ef þú þekkir ekki til, þá byrjar það bara efst og svo bara veiður þau niður og þú veist, en það er kannski bara tveir blettir sem að gefa alla fiskana í ánni í hillum allt sísonið sko. Þannig að þú veist, þú fer bara fyrsta staðinn og svo næsta stað og svo þennan og svo ertu bara farin sko. Svo finnst mér magnað því að ég veit á Austurlandi en ekki svona mikið eins og ég var hérna í sumar að þú veist, ef þú ert varin að veiða á Vesturlandi þá er þetta alltaf, þú veist, fiskur er alltaf að leita súrefninu sko, að menn á Austurlandi er alltaf að fela sig fyrir strömmnum, þannig að þú veist, þetta byrja í Hvítfyrirseið, fiskurinn er ekki þar sko. Hann er 70 metrur neðar já, ég veist, og bara oft er að teila út úr hiljum á 40 cm djúpu vatni sko. Einmitt, og kannski eða í miðjunni alveg upp í bakkan eða eitthvað svona, þú veist, þetta er einhvern veginn alveg önnur íþrótt sko. Þeir eru sko og mér finnst það eiginlega meira í Hofssoni sko, þá voru þeir eiginlega, þú veist á svona frekar afkvæmulegum stöðum þannig lagað með þú veist, hvað þú myndir halda en satt ótrúlega þú veist á Vesturlandi ertu kannski að díla við að reyna að fá fisk til að taka sem eru kannski 70 fiskar við endan okkur hvítfrisi í einum hnapp og þú vonast til að fá einn til að taka því að svo springur hólan en þú veist, ef þú sér 2 á 1 metr stýpi í teili þá ertu alveg vel vongóður og náður allan að öðrum sko. Það er því að það er tökum vatn og já, ég held bara, þú veist, yfir göngutíma alltaf með þessi Hofsá, sko, ég held að bara nánast allir fiskar sem kom inn í hana kom í flug þú veist, ef hann gerir það ekki á 7 þá gerir hann á 6 og síðasti, sko, hann hendir þú veist, ég menna það er svo margar sögur að, sko, þú veist, ég misti einhvern tíðan fisk í Ofustanum sem að,
sleit og flugan kom upp á svæði 3 tilbaka sko morgunin eftir þá var hann bara ennþá leiðin upp, hann tók bara næstu flugur sko. Já, ég veit. Þú veist, þannig að Það er satt ekki sama hvernig þetta er gert náttúrulega sko. Nei, ég var að gæta í sel á mánaðamót júní, júlí núna í sumar, þá voru aðeins verið að taka fiska. Þú veist, ég fekk Vivi gætaði fisk í fossinum og ég fekk sama fiskinn morgunin eftir. Já. Þú veist, þannig að vatni er þannig að það er súrefnið, það er tært. Já, það er bara, þú veist, það er alltaf einhvern veginn nánast réttir hitast á þessu, sko. Það þarf að vera ótrúlega hlýtt, ótrúlega lengi í Vopnafjörðinum til þetta verði svona þungt og súrt og ég ætla að segja hitt í fyrra sem var svona versta, sko, sem bara ringdi ekki allt sumarið og það voru bara fúlli og þetta var svona orðið mjög döl, sko, en það gerist rosa sjaldan, sko. Eins með Þistilfjörðin, sko. Þetta er eiginlega svona, þú veist, þú ert eiginlega bara með, þú veist, 10-12 gráðu heitt vatn. Já, einmitt. Bara svona... Nokkurn veginn bara frá júní og já, kannski 8 í júní og... Já, og veist, ég man eftir einu ári þegar var slök ári í Hofsá. Þá voru á Fensbo er svona eiginlega besti staðurinn. Og veist, það var alltaf svona eitthvað aksjón þar. Og maður svona ímyndið sér bara, það er bara svona megnið að fiskunum bara er þarna, sko. Svo vorum við að veiða í klag til þess að færa fiska upp fyrir foss og gekk rosa illa, sko. Þannig að við ákveðum bara að draga á Fens, það væri þá allavega hrúan öll þar, sko. Það voru 6 fiskar í honum, ef maður rétt. 4 eða 6. Það er mitt málið, þú veist, þú átt alltaf séns í þessu vatni að búa til eitthvað aksjón þó að það sé ekki grútur af fiski, sko. Nei, þannig að þú veist, þeir eru bara, þú veist, þeir eru svo ótrúlega, þú veist, svo ótrúlega hvað þú tekum marga fiska og svo tekur það bara aftur og því að þú veist, það er alltaf bara viku fresti, sko, þá myndast eitthvað stemming á þeim og það kemur einn og hendir sér á það og hann var búinn að taka fyrir 20 dögum með það. En sko, þess að út að lýsa þarna, þú getur alltaf fengið, þú veist, þá erum við að tala sko, er það ekki að jú, þú getur fengið á, þú veist, þú getur fengið einn á Francis eða Sunray á 45 og einhvern veginn strippi og eitthvað. Þú veist, við erum ekki, þú ert ekki alveg að lýsa því fyrst mér, því að þú veist, flestir sem fara í Hofsá í ágúst fá einn og annan og eitthvað svona, en svo eru svona einn og einn maður, þú veist, þú og fleiri og maður er hitt svona sögur á Viva og annar staðarlandinu, þú veist, það er alltaf einn í hverri ás sem að færa alltaf 4 þegar allir hinn fá 0-1, sko, þú veist, og þá er þetta að vera með flugurnar og... Já, það er alltaf að vera með variation á flugum og presentationi sé alltaf eins gott að þú getur boðið upp á. Þú veist, þú sért alltaf að rétta úr taumnum. Þú veist. Það er nú reyndar að aukast að menn sé að nota teipur að tauma í lagsveiði, sko. Já, bara berum það fagnaður einnig áfram út, sko. Já, þú veist, já, sko, það er bara, þú veist, margir staðir, þú veist, eins og bara, þú veist, eins og til dæmis í Hofsá, þú veist, svo rönn, þú veist, þú verður að rétta á flugunum við bakkan til að eiga séns á fyrstu og bestu fiskurum oft. Þú veist, það er oft pirrandi þegar maður er að gæta, einmitt að þú veist, maður er kannski með fólk sem að kemur línunni út, oft þá mikið, jafnvel, þessar mjög svo framþungu línur sem að er auðvelt að einhvern veginn gluða út, sko, en svo endar allt í bara hreiðri þar fyrir framann og flugan er kannski að byrja að veiða bara þegar 1/3 eftir að hylnum. Já, max, sko. Þannig að veist, þetta skiptir bara rosalega miklu máli. Ná, þú veist, þetta kastuðu fiskarna þá ertu ekki endilega að veiða það. Nei. Þú veist, þú ert bara að setja skothausinn ofta yfir á. Já, yfir, fæla það. Já, þannig að, og þetta er, þú veist, þetta er bara svona lykillinn til að fá eitthvað marga fiska þegar þetta er orðið trikki í ágúst. Það er náttúrulega bara til minna sem að skothausinn fer yfir fiskana og meira sem taumurinn fer, til meiri líkurnar eru það. Og þá er þetta náttúrulega líka bara að lengja tauminn. Já. Þú veist, það er ekkert mála rétt úr 15 feta kóni, sko. Nei. Þú veist, þetta virkar voða langt, en þú veist, hann er náttúrulega 150 pund upp við línuna. Þetta er bara áframhalda línunni, sko. Þannig að, og svo náttúrulega bara, þú veist, að vera, þú ert líklegri með eitthvað pattern sem að færri er að nota. Þú veist, þú komið fram í ágúst. Þú veist, það er minni líkur að hann taki rauðan Francis sem hann er búin að sjá endalaust. Það er bara, En þú veist, nú er ekki öll þessi pattern sköpuð jöfn. Hvað horfir á í góður flugu?
Veistu það áður, þú veist, nú nýtur þú mikið af flugum sjálfur. Já. Heldur ofta að þú sér búin að finna góða flug og svo bara getur ekki keypt fisk á hana. Alltaf hverju ári siti ég og nýti einhverja 1000 fluga og svo nýtir maður eitthvað nýtt pattern, eitthvað maður nennir ekki að nýta drulluna sem maður að nýta og gerir eitthvað nýja flugu sem maður lítur ógeðslega vel út og sendir á Óla frænda og eitthvað og segir, hvað sérðu þessa maður, þessu áttir að gefa. Sú fluga gefur aldrei fisk. Það bara, ég man bara ekki eftir því að hafi komið út eitthvað svona pattern sem maður svona bara, shit, þessu áttir að virka rosalega, sko. Nei. Það þú veist, einhvern tíðan, ég man ekki hvað, ég var með eitthvað flugu örugglega frá Níls, sko, sem var búin að gefa mig vel, sko, ég sett hann á gullkrók og hún lúkkaði, sko, fáránlega flott, sko. Og ég sem með mig, sko, Jesús Kristi þessu áttir að, sko, veið alla fiskana. Koma aldrei ólga á eftir henni, sko. Ég hef mitt lent í þessu verið 2 mánuð síðan, það var góðvinur þáttarins Ármann Kristjánsson, hann bað mig að nýta verið þessi fjólublá flug og fjólublá míkorna. Og ég man að, þú veist, já, hellinga fjólublá nýtingarvörum, því að einhvern tíma hann sett fjólublá svo vannmetinn í lax. Og ég nýtti þarna flug og ég var heldur ánægð með hana. Hún var með svona pekkar í fálmurum og all the trimmings maður og ég nýtti þetta fyrir Ármann og svo bara, ég nýtti 20 viðbót. Þetta heldur, gaf vinum mínum þetta og prófið þetta maður. Var hann ekki til á Arabar eða eitthvað? Var til á Arabar, jú. Takk fyrir að reyfa það. Ég var með í þessu nýtingu og allir að dása manna, sko. Gekki fluga, svona á Arabar í februar og því það hefur engum tekist að fá fisk á þessa flug. Nei, þú veist. Þú veist, af hverju hún bara veiðir ekki, sko. Nei. Og þessi fjólubláði, ég er búin að aggetera fyrir þessi mörg ára, þetta sé nú sexy og lala. Ég fæ allan ekki fisk á þetta, sko. Nei, þú veist, þú getur notað magenta. Já, ég veit. Það virkar í laxinn, sko. Þú veist. En fjólublátt einhvern veginn bara ekki heima, sko. Ég man þetta er ekki óskapátt með fluguna Möggu eða eitthvað. Jú. Hún hefur stundum Nei, var ekki Palli? Palli Veðursson, sorry. Það virka, en þú veist... Var það ekki hvítt bara með smá fjólublóður? Jú, þú veist, svona svolítið, einmitt, það var ekki... Þú getur alveg sneika fjólublóð undir eitthvað hvítt og eitthvað, þú veist, en ég var allavega ekki, þú veist, mér finnst það ekki virka, ég nota mjög dökka flugur, svona meira. Undertaker... Já, og þú veist, þessar bara svona, svolítið dögt, sko. Mér finnst margar af þessar flugur sem að Nils hefur nýtt líka góða, sko. Ég ætla að breyti þeim bara. Já, ég meina Autumn Hook Já, Erna og Autumn Hook notað mikið. Þú veist, það svo bara gamli Monroe-inn og þetta. Já, allt þetta er mjög svona, og svo alls konar útfærslar á mikrotúpum. Og rosa, en svo er náttúrulega bara mjög sérvitur á efni. Já. Þú vilt íkorna í væng, það er engin tanúki eða hæstu. Nei, ef ég get, það er ógeðslega leiðilegt að nýta úr íkornanum, sko. Thank God for, fyrir tonnatak, sko, það er bara... Já, þetta er svo sleift, sko. Já, ég meina, ef þú setur ekki tonnatak, einhvern tíðan seldi ég Jói í Víðidalum, einhverja, Black Brahan, skilurðu, með íkorna, sko, og vængirnir, þeir eru allir í Víðidalum, bara vængirnir. Já, bara búkurinn eftir. Já, bara búkurinn og skeggi eftir, sko. Ég held að það kannist allir við þetta sem hafa nýtt mikið úr íkorna. Já, það er bara, ef þetta er ekki... Maður það líka að vefja, lifta vægnum upp, vefja undir. Já. Ég lýst oft við þetta, muni getur auglýsingunum að setja gluggabrautir. Já. Þú veist, þú þarft að festa þetta einhvern veginn svona, annars rennur þetta út, sko. Og ég nota alveg, þú veist, tölu þetta ennþá Bucktail. Já, Bucktail Sunrain stendur alltaf verið sínu. Þú veist, þannig að en svo er bara yfirleitt í laxaflugu nýtingum er bara efnis, er bara less is better, sko. Já, þú ert þessi léttressaði pervert, sko. Það er alveg, þú veist, og það er nú þess að nota íkornan, sko. Þú veist, það er Ég tengi þið svolítið við eins og Haugurinn kallaði einhverju bókinu svona stubbaflugur. Já, kubbari, hvað kallaði það? Kubbari, kubbari. Stimmit, svona stuttur íkornavængur. Þú veist, nær ekki einu sinni alveg að bugnum á tvíkrækjunni, sko. Þú veist, það er þannig að ég, þú veist, og oft fyrst mér, þú veist, þessar longtailflugur, þú veist, ég nýtti bara frekar long wing, sleppi tailinu og set bara vænginn, þú veist, í svipaða lengd og þá kannski aðeins minna jafnvel, sko. Er það eins og að nýta hauginn og svona sleppur það? Já, alltaf. Þau er bara lengri væng.
Þú veist, það eina sem svona virkilega ég nýti svona í einhverjum magni fyrir sjálfa mig, þú veist, er hérna blá metallika. Já. Þá ég set hana langt til. Já, og svo náttúrulega þú veist, þú ert að meira fyrir það sem átt sig ekki ákvæmna þú veist, svona eins og vængur svona eins og á sheep-flugunum. Já. Þú veist, þær flugur snemma á tímabilinu, þú veist, og helst nýta með bucktail, sko, einhvern veginn, þú veist. Náttúrulega Black Sheep orginallin bucktail, sko. Þú veist, þannig að ég nota það mikið í þessa flugu, sko, þú veist, það ákveðið svona, það bara ákveðin effekt í þessu hárið, þannig að þau eru hóla innan. Já. Þannig að, þú veist, og maður er alveg farin þangað, þú veist, að halda, þetta skiptir bara alveg verulegu máli upp á veiða fiska, hvað efni í flugunum, sko, sem getur vel verið að sé bara einhver geðveila. Já, eða lætið þig veiða fyrir sér confidence, þá skiptir það máli. Já, þannig að, svo hefur alltaf veitt mjög mikið á Kolbjörn Special. Já, geggjum fluga. Já. Hún er svo sem ekki eins góð lengur fyrst mér, bara vegna þess að hún er komin í svo miklu meiri notkun. Mér finnst þetta átt svona, þú veist, flugur koma líka inn hjá mann og dett út, ekkert að einhverju ástæðu. Nei, það er bara, það er algjörlega random. Hvað maður, byrju, þú veist, einhverju flugur sem veiðir rosalega vel á eitt árið, maður bara byrjar með hann í júlí og fyrsti fiskurinn tekur hann ekki, tekur svo einhverja aðra, þá bara einhvern veginn snýst þetta við og þú ert komin bara einhvern allt annað, hún bara fer ekkert undir aftur, sko, að því hún brakst þér þarna einu sinni. Já. Black Bran er búin að svíkja mig í mörg ár og var svona eiginlega bara dottir úr bóksinu. Hún lítur hún að hjálpa þér í hausti fyrir austan. Jú, heldur betur. Svo dettur hún einhvern veginn inn og nú er ég á fullu að nýta Black Bran. Já, ég ætla að nýta hann ekki með silfu vöfu. Nei. Ég ætla bara, þú veist, rauða búkin. Mér finnst silfu vöfin sem menn setja á hana eins og hún er orginal. Mér finnst það að gera hana minna veiðilega, sko. Nú vistu líka, þú veist, en til dæmis, tökum Black Bran sem fluga sem að flestið þekkja. Svartur, nikkel, gull, silfur, krókur, hvað er? Helst svartur. Já, hún er flottust af svörtum. Já, hún er flottust af svörtum. Maður sér mikið í búðunum á gullkrók. Það er eins og blá metalik sem ég nota mikið, þú veist, hún á svona meira nikkel, eða svona meira á silfurlitan, ekki alveg silfur, heldur svona eins og nýji mústakrókurinn er. Já. Hún er alveg geggjuð á því, sko. Það er svona júlí, þá viltu þetta hafa þetta aðeins meira flassi og þannig að svo oft viltu bara hafa minna flass þegar þú ert komin í ágúst og þetta er svona að hafa þetta dekkra og Þú veist, tengir þetta við litina í náttúrunni eða hvað? Ég held að þetta svo þú veist svo kemur Stebbi Áka austur skilur og setur bara bláa metallika á í seint í september og ágúst og hann bara hamrar það líka, sko. Ég held að þetta sé Sko maður þú veist, ég var með eitthvað kenning eitthvað tímann að þú veist 90% af lögsónum taka bara það sem er á veist, en það er þessi 10% sem eru to play for, sko. Og þú veist, og þá skiptir þetta virkilega máli, maður hefur alveg átt nógu mörg moment í því að þú veist, hann tekur 7. eða 7. fluguna eða 3. eða þú veist, en þú fékkst kannski einmitt bara moment eins og ég átt í sumar þar sem að búið þrákasta á fisk mörgum flugum og allt í hennu kemur bara gríp bara númer 14 setjum við 5 laxa í 8 köstum þá fer maður svo fram tilbaka bara, já, það snýst þú veist, yfirferð, bara góða framsetningu flugan skiptir ekki máli og svo mann er svona regla kipt aftur inn í að flugan skiptir máli, sko. Og svo getur alltaf sett spurninguna fram, sko, var það að skipta flugu nógu oft sem gerði fiskinn vitlausan eða var það flugan sem þú settir á sem að gerði fiskinn vitlausan? Já, eða var það loftþrýstingurinn sem að... Já, er þetta bara, ef þau tekið eitthvað random 5 flugur og streipaði fiskinn, hefði hann ekki bara tekið alla flugur nummer 6, af því að það var hann geðvökar á þér. Nákvæmlega. Þannig að þú veist, það er sem gerir þetta náttúrulega skemmtilegt og að þú veist, þú ert alltaf eitthvað, pikkin eitthvað nýtt og þú veist, og við vitum, við höfum ekki hugmynd um það, en þú veist, en því fleiri fiskar sem að hreyfir og því það fer í reynsluna og ef að manst þetta og einhvern veginn svona læsir þetta inni, þá einhvern veginn vistu byrju, í þessu aðstæðum já, það er þessi fluga og þú finnur átt bara inn í það, sko, byrju, ég veit hvað hann tekur núna, sko. Já, það er ótrúlega oft sem það virkar. Þú bara einhvern veginn, þú veist, að kasta og það er eitthvað rólegt og þú segir bara, ég veit hvað hann tekur, kotu, skiptu og bara, þú veist, oft bara í fyrsta kasti, öðru kasti tekur hann. Það er algjörlega, kemur eitthvað svona moment. Já, og þetta er svona yfirleitt sem að mér finnst defæna góða veiðimenn, sko. Þeir fara bara að fá eitthvað svona
Já. eitthvað pikk skilur sem að grípa og það virkar sko. Já, og þú veist, þetta er satt oft eitthvað, mönnum ferst þetta misvel, skilur, eins og þú veist, eins og Denni félag okkar, skilur, eitthvað svona algjört náttúrubadd sem einhvern veginn, þú veist, einmitt, það er ekki, hann getur ekki beint útskýrta fyrir þér, jú, hann getur útskýrta vissulega í löngu máli, án þess að það make sens fyrir nokkru mönnum nema akkurat honum sjálfum, af hverju hann setti flugun á, skilur, en einhvern veginn endar hann satt alltaf á réttu flugunni, skilur. Já, sko, það er líka svona, eins og með Denna að sem hefur hjálpað honum og svipað með mig er að fyrir okkur er þetta aldrei ómögulegt og ef þú heldur þetta aldrei ómögulegt þá prófar það áfram og þú prófar eitthvað nýtt og þú gerir eitthvað öðruvísi og setur eitthvað aðra flugu og ef þú svo endanum leysir það þá áttu komin lengra fyrir næsta skipti sem það gerist. En svo fyrir þetta alltaf líka eftir eins og þú veist, á Vesturlandi, lítið vatn þú veist, þú þarf kannski ekki að skipta 10 sinum flug þegar þú ert alltaf búin að spúka fiskinn þú veist, áður en hann sér 10. fluguna hérna, sko. Þú veist, það er línan er bara búin að fara það yfir hann og eitthvað, en þannig, þú veist, eins og fyrir austan og ár þar sem er vatn, þú veist, þú átt alltaf séns á að, þú veist, það er alltaf töku vatn og svona áðans á sért endilega að fara að spúka hann, sko. Þannig að það er allt annað leikur, sko. Viltu eitthvað tala um mikrotúbur eða viltu alveg skauta framhjá því? Slæta bara svona þægilega framhjá því? Nei, við náttúrulega notum það mjög mikið, sko, og þú veist, og sérstaklega þeir fara að koma og ég ger mér svo sem ekki alveg grein fyrir hvort að það séu þær sem að er eitthvað magic fyrir okkur þegar það fer að líða á tímabilið eða hvort það sér heimlega bara það er þá eitthvað sem það er ekki séð. Ég meina þegar litlu flugurnar hætta að virka þá byrjað, þú veist, þá fer maður að sitja þetta undir. Já, þú veist, og þú veist, ef við hefum bara verið með mikrotúbur frá 15. júli til 15. ágúst og færið svo í Mönnur og Killen, sko, hvort að Mönnur og Killen hefði það ekki bara geggjaðar alltaf, skilur, og það væri lausnið þá, sko. Líklega. Þannig að, en þú veist, þegar reglunar orðin eins og er í sela, það er náttúrulega orðin helvíti, Þú verður bara að finna upp eitthvað nýtt. Þú veist, rosalega, þú veist, vopnin eru bara tekin og, þú veist, þetta er bara, þessu mátt vera með venjulegum, reglum. Þú veist, þá er bara að tekið svona okay, þetta er þessum mótnum það. Já, þú ert að leysa gátunum með þessu. Og þú veist, inn í þessu þarfst að vera með það mikið variation á 90 daga sísoni eigir eitthvað nýtt þegar það er komið, þú veist, síðustu 15 dagarnir, sko. Já. Og þú veist, hefur svo sem alveg, þú veist, verið gaman að pæli þessu og leysa þetta. Mjög kræfjandi, skilu, þú ert alveg tekin bara, þú veist, svona settu frá það, nú bara gæta þú með hendunar átt að bak. Já, einmitt. En gerði almennilega, þú veist. Já, einmitt, og við viljum líka fá fullt af fiskum. Já, þú veist, þannig að, og þá bara, þú veist, og þú veist, klálega, ógeðslega challenging og gaman, en þú veist, getur líka verið mega frustrating, sko, þú veist, þú veist bara, þú veist, eitthvað kunni sem að, þú veist, þú þurftir 1 lítið mikrokón til að redda þessum, sko. Hann fær 1 fisk. Eitt svona til að, sko. Og þú getur afhent vöruna. Já, þú veist, þannig að, en gerir þetta betri leiðsuman? Já. Já, 100%. 100%, sko. Og og þú veist, en þá myndur líka alveg þykja að hafa, þú veist, því betri kastara sem því betra er það, sko. Já, þú veist, það er náttúrulega eins og þú varst nú í Sela í lokinni fyrra, skilur, með góða veiðmenn og þú veist. Það var samt erfitt. Sko. Mjög erfitt. Já. En þeir eru náttúrulega búin að sjá allt, sko. Já. Og þá er með þess að búin mikrotúbuna, sko. Þú veist, þá maður, þú veist, það gerir manni samt líka að þurfa pæli í þessu. Já. Þú veist, að skipta bara, þú veist, kóniskitaumurinn og svo flúrokarbón fyrir fram. Já. Skilja, að fara aðeins undir. Svo er 9,7 punda flúrokarbón. Og svo tekur stóri fiskurinn og þú bara Já, það er mitt. En, þú veist, það er betra að elska og mist en það er elskað. Þetta er alveg, þannig að, og svo er mikrotúbun, það er alltaf nýjar hverju ári maður, það er bara... Já, þú veist, ég var að taka þetta upp á gætabóksinu mínu sumar og þetta er svona einhver hít sem liggur hérna framan og einhver fullt af einhverjum litlum sönreim og eitthvað. Þetta er ekkert einhver pattern sem heit eitthvað eða þetta er bara til þess að geta prófa eitthvað
sem hann er ekki búin að sjá. Það er þetta mjög gaman að gefa þeim nöfnum sem pattinu, sko, það ærir alla óstöðuga, sko. Við gerum það þarna mikroangus. Já, nákvæmlega, ég hugsaði með mig, það er allavega margar útfærslir á þeirri. Þetta er allt mikroangus. Maður sá það bara í bókin, sko, það er náttúrulega ekki fræðilegur að sé, sama mikrotúpun að virka bara steady niður alla ána. Nei, Ykkur þéttu peysi, sko. Nei, það var skrifað mikro og angus, þetta er stafrósur Já, og hendaði það vel. Þannig að, þú veist, væri orðin þreyttur að búa til nöfn á hverja einustu mikrotúpu, sko. Flestar af þessu gefa ekki neitt. Nei. En langflestar af þessu gefa líka bara einn. Þú veist, því að það er bara einn til og svo bara, þú veist, bara næsta. Nýr dagur að leysa aðra gátu, sko. Þannig að, svo Óli sagði við okkur inn í þettinum. Já, þannig að, það gerir þetta líka skemmtilegt, sko. Þú veist, þó maður sé hann að verða svolítið gamall fyrir þetta, leit ágúst gætir í, sko, þegar þetta er orðið. Já, þannig að það er nú betra svona einhver ungir pjakkar takið þetta eins og Angus og Gullu og þessi strákar. Já, þeir eru góðir í þeir eru góðir í þessu og náttúrulega bara driven, skilja. Þú þarft ennþá að brenna fyrir þessum eina, sko. Já, það er en það er alveg mjög gaman að sjá marga þessum ungu strákum, þeir eru, það er nú maður bara að vera gamli kallinn í gætakofanum. Já, ég veit. Það er Ég er meira sér að komast ákað. Já, þú ert það dettið að vera svona já. Gamli kallinn. Gamli kallinn, sko. En þetta er náttúrulega já, þetta er, þú veist, mitt út í að maður að tala hérna að ég var að hella úr gætabóksunum að það er ofta, þú veist, gætabóks það er engin Francis eða Sunray svartur og hvítur og svartur og gulur, þetta er svona Nei. Því að það kom allir með það, þú ert að vera með svona X-faktorinn. Svo er samt mjög gaman að því, sko, að þú veist, það liggur við að, sko, þeir sem að svo ráfa austur með rauðan Francis eða svartan Francis, þeir fiska mjög, þetta er bara ekki sett út í, sko. Nei, það var svona, ég var nú auðvitað með að halda kjafti eins og þessir 100 podcastættir gefa nú kannski dæmi en það var satt ótrúlega gaman í sumar þegar ég fattaði, sko, já, þú veist, það er gæta á öllum stöngum allt tímabilið, þá sit ég bara, þú veist, það er enginn að maður kasta rauð Francis, sko. Því að það er bara ekki fínt, sko. Rauð Francis númer 8-10, sko, það er bara döðar ekki, sko. Það er bara ekki, þú veist. Og þessi gæi Elliðin. Já, þú ert mikið með hann. Já, þú veist, þetta er bara veginn eins og Francis. Já, þú veist, þannig að það er orðið svona bara, þú veist, ég man ekki hver það var í fyrra, hvort það var Ed eða eitthvað sem var að gæta sem bara fór heilt hol bara með, svona frekar óvana veiðimenn og deadriftaði bara Francis númer 10 og veitir bara vel. Já, ég veit. Bara ekki nei. En það er satt fyndið að sjá, sko, þú veist, hvernig þetta gerist í ánum þegar þú ert með þessar takmarkanir, þú veist, að þú verður að vera, þú veist, að koma til dæmis engrækjuhitsið. Allt í einu kikka það en einhver fær 2 eða eitthvað það í treffiskir í og þá byrja allir að Svo klárar það. Svo klárast það bara á 2-3 dögum. Já. Og þá er það einhvern veginn svona millibilsástand þá til einhvern dettur að heyra mikrotúpan. Þá kemur mikroangus í bókina. Já. Svo sérðu, þú veist, Monroe Killer eða Undertaker eða Artilly eða eitthvað sem flugum, sko. Þannig að það er alveg klárlega, sko, þú veist, áður en þessar takmarka konum þarna, þá varstu svona, þú veist, þá var bara rosa mikið veitt á, þú veist, júli var bara rosa lengi, vel var þetta bara Sönriðar og Francis Kónar og svo þegar maður mæti í ágúst, þá gæti maður að byrja einmitt á einkarækjuhitsi, þá var ekki búin að neitt að vera að nota það, það bara þurfti ekkert, sko. Svo áttur þú svona, þú veist, lengri tíma, sko. Þú veist, þá hafður þú sett vopnin yfir styttri tíma. Kónarnir voru basically hættir að veiða. Já, þú veist, Kónarnir og Sönriðarnir, þetta var svona orðið, þú veist, þessi regular dót var bara búið, þá gæstu fara að byrja á, þú veist, bara 14, 12, svo gæstu fara, þú veist, í engrækjur, mikrohits og það dugði svo tísunni, sko. Já. Núna þetta eiginlega svona, lok ágúst ertu svona eiginlega verða bara sem við búum með allt sem að allt sem þetta í hug, sko. Ég hef aldrei verið áður í leiðsögn að hnýta, sko, í pásunni og svona, þú veist, þegar maður er bara búið með bóksið sitt, sko. Og þú veist, vera ekstra úti á og þú ert eiginlega búin að hugsa eitthvað patent fyrir seinnipassvaktina. Að þú ætlar að redda einhverjum fiskum, skilur þá. Já, en þetta er, þú veist, ef þú horfir á þetta sem íþrótt, þá er þetta náttúrulega skemmtilegt, þú veist, þetta augljóslega gerir þið á betri veiðum. Já, og ef þú ert búin að reyna að koma inn í það allavega, þetta sé ekki leikur í heppni, þá
sem ágætt staður fyrir menn að vera á held ég Já, það bara það fínt líka bara að vera að njóta þannig sko. Já, en þú veist, ef þið langar að vera góður í veiði, þú veist, þá þarf að sætta við að, þú veist, ég var alveg þar bara svona 2012 að bara, þú veist, ég held þú veist, þegar ég fór að einbeita mig mikið að silungsveiðinni, þú veist, ég verði aldrei betri laxveiðmaður, þú veist, ekki að ég væri eitthvað bestur, en þú veist, ég verð bara svona góður, ég meina, hvað margar leiðir til að kasta 45 og strippa, skilur en þú veist, það alveg annar level, skilur, og maður sér það bara því meira sem að veiði með góðum veiðmenn. Svo það er alltaf beauty við, sko, því fleiri góði veiðmenn sem þú ferð að veiða með, þú veist, það kemur alltaf eitthvað nýtt, sko. Já. Þú veist, það bara alltaf, sko. Og einmitt eins og ég byrja að tala hérna þegar þú ert að fylgjast með þér, að spænin flugunni sem sé að fara að eitra hillin. Þú veist, bara þetta efficiency. Þú veist, ekki vera að hugsa í hálftíma skiptum flugu. Nei. Bara skiptum flugu, taka 4 köst, skipta aftur flugu. Þú veist, ekki vera að fara upp úr, setjast á bakkan, senda makkarinn út í. Nei. Þú veist, verður bara út í, nákvæmlega sem stendur, skiptum flugu, ekki snerta hjólið, lengdin á línunni og allt þetta. Skilu, hvað ertu, þú veist, þetta spila svo stórkostlega rullið, hvað vart fljótur að kofra hillin og hvað kastar á marga fiska. Og sérstaklega eins og, þú veist, á stöðum þar sem þú ert með eins mikið vatni svo í Selá. Þar sem þú átt reyndar, þú veist, fokkar kvótina hans í því, sko, en vatni sem þú hefur úr að spila svo geggjað, sko. Það er svo hrottaleg gæði per stöng. Já. Þú átt kannski bara upp á fjalli, áttu kannski bara 27 staði sem þú átt að velja, sko. Og það, þú veist, ef þú ætlar að vera... Og svo þarf það að fara, sko, gera það ferð onni þá allavega upp úr þeim. Og þú veist, ef þú ætlar að fara að vera eitthvað, að, þú veist, einhverju rugli í köstum og gera þetta ekki vel og skipulega og, þú veist, og svona með efficiency, þá, þú veist, getur þú bara breytið að þú ert að veiða 50% af tímanum sem getur veitt 100%, sko. Já. Og þetta líka, þú veist, að bara það sé engin góð eða léleg köst, þú veist, það er bara kastið. Já. Þú veist, það er ekki þriðja hvert kast sem er gott eða, þú veist, munar alltaf bara og þarna bara kunna almennilega kasta er bara aftur bara algjör. Þú veist, menn alltaf að reyna að kaupa fluguna, sko, kaupa réttu fluguna til að leysa vandamáli sitt, sko, eða réttu stöngina eða línuna. Nei, farið bara rauða þarna og æfðu því í klukktíma. Já, það væri rosa, þú veist, það er alveg, það skiptir rosalega máli, sko. Þú veist, bestu veiðmenn sem að færi eru bara, þú veist, virkilega, þú veist, góði kastarar. Þú veist, það er það bara geta kastað, þú veist, 25 metrum og rétt úr flugu, en alltaf bara, þú veist, það ertu bara golden, sko. Maður sé líka rosa, ég kallaði þetta, til maður það nótt að hugsa á ensku, sko, að veiðmaðurinn sé drifting, sko, þessi gauð sem kastar og laumar sér svo kannski 1-2 skref. Já. Það er bara gripi í belti og bara, hvað er það að gera? Ég myndi stenda átt bara að keyra og segja bara svona, sjáðu núna. Já. Þú veist, þú kastaðir hérna, stóðst til hliðin á mér. Nú ertu 2 metrum fyrir neðan mig. Hvað gerðist? Já. Og þú veist, fólk tekur átt ekki eftir þessu, sko. Þú veist, nú er bara 2 metra gat, hérna. Já. Ég hef búin að segja þig að við værum á besta staðanum, sko. Ég er alltaf svo sem ég er alltaf mjög leiðilegur, þú veist, bara... En ég er rosa oft bara með sama fólki, sko, sem nenni mér, sko, þú veist, ég get þetta ekki, sko, þú veist, það er bara þú veist, hvað er þetta að gera? Já, það er bara þessi, það er bara tós í belti, hvað er þetta að gera? Þú veist, einhvern veginn, þú veist, reisti fisk og svo bara komið skref áfram og fluga fyrir aftan sporðin á honum og bara, þú veist. Mér finnst æðislegt að standa, sko, fyrir neðan veiðmann, það kemst ekki. Já, kemst ekki, alltaf í öxlina. Já, maður er svona bodycheckar tilbaka alltaf. Það er svo gaman fyrir svona, nei, við erum ekkert að drífa okkur, sko. Nei, ég veit. Það er þetta er, þannig að, þú veist, já, ég er alveg bara, getur verið dead boring, sko, og bara, þú veist. En þú veist, maður hefur hitt veiðmenn og þú veist, það er náttúrulega alls ekki, þú veist, þú verður náttúrulega líka aðeins að leita, skoða hvað fólk er að leitast eftir. Ef fólk er að koma í eitthvað corporate og þá bara næs og þá er þetta kannski ekki að tói beltið það með að, þú veist, það færir örglaðir hann eina sem er nóg, skilur. Setja bara 60 hérna og það lesa yfir. En sumir, þú veist, vilja bara, ég vil vera betri veiðmaður og þú veist, og þú bara segir mér nákvæmlega, þú veist, oft gera útlíkjum þetta sérstaklega, jafnvel Íslendingar alveg líka, þú veist, þú segir mér það sem þarf að segja, skilur. Það er ekkert ég eða þú eða ég forstjóri þessu fyrirtæki og þú veist að þú mátt ekki segja mér til sitt bara, skilur. Nei, en svo spyr ég, ef þetta eru veiðmenn sem ég veit er búin að veiða mikið og ég er með það fyrst skipt, þá spyr ég oft bara, þú veist, hvernig viltu bara ég gera þetta eins og ég gera þetta eða viltu að ég bara segja hvað fiskurinn þú veiðir hann? Já,
keira það hilnum og passa á þetta ekki Svo kannski held ég að átti sig aldrei ekkert allir á því þegar þeir svara, já, láttu mig bara vita ef ég gerir eitthvað vitlaust og eitthvað svona, þá kannski átti sig ekki á því hvað drullu þeir fá yfir sig, sko. Þannig að, kannski ef við getum bakkað og gert það aftur, það er bara sagt, nei, leiðum bara við þetta, sko. Þú veist, það er en því að því bara mjög sterkar skoðun á þessu og ég er búin að ímynda mér að þetta sé miklu meiri íþrótt heldur en skafmiðalottur. Heldur en það sé bara, þú veist, og þannig að ég, þú veist, það er já, svo sem alveg rosa erfitt með að enda þeir sem ég gæta repeatedly á hverju ári yfirleitt mjög góð viðmenn, sko. Það er og þú veist, þetta kemur ekki að einhverju, sko, gremju eða hatri, nei, þú veist, þetta er bara þess að þú þarft að gera basically. Þannig að þú veist, þetta er þú veist, og mér er alltaf mjög anduð það að fólki sem ég gæta fái fiska og upplifi og lærið þetta líka bara, þú veist, og þannig að það er og svo alltaf verða menn bara betri og betri eins og ég búin að vera með Halla Þórðar í Fossum mörg ár að gæta hans, sko, og það er alltaf bara svaðalega flottu veiðimaður. Þú veist, bara getur bara sett línuna og rétt úr línu 25-30 metrar, þú veist, og það er ekkert vesen, getur bara veitt fjærlandi á fórsbreiðunni af steininum og þú veist, sem við vöðum út á og ekkert vesen, sko. Það er ótrúlega leiðilegt og þú veist, eins og ég uppkvitaði í Argentínu því að maður er búin að veiða mikið bara á einenduna og bara, þú veist, vindurinn og eitthvað svona veðri er kannski ekki alveg að hafa áhrif á það hvernig maður veiðir án sem maður sé einhver Tim Raychef kastari, sko, en þú veist, bara þetta fer út og bara gerist allt það sem maður vill, svo maður settur aftur í, þú veist, þennan vind í Argentínu á tvíendu og eitthvað og maður er vanuði náttúrulega allt gangi upp hjá sér og maður er bara ekki nóg góður, sko, hvað það er fústrerandi að sé eitthvað svona utanakomandi hlutir eins og veðrið eða eitthvað sem er að hafa svona mikil áhrif á því, sko, hvað, þú veist, og bara eða þeir sem er að byrja og er að hlusta, þú veist, að bara koma sér á góðan stað með kastið sitt og svona, því að það er, þú veist, það eru mikil lífsgæði að þurfa ekki að vera pælið í að hvernig vindáttin er. Já, og þú veist, sko. Ég meina, ég man ekki hvað á ég var að veiða. Jú, ég var að veiða í Hofsá í september í fyrra. Ég og Hilmi félaginn vorum saman á stöng og það var ógeðslega gott veður og við fórum upp í Sniðahyl. Og ég svona að hugsa með mér, sko, ég tek bara, þú veist, 12-feituna og 12-feita sexu og þetta er bara næs og nema svo kemur bara rosalega strengur upp gilið og ég bara gat ekki rétt úr 15-feita taum á móti vindinum með tvíendunni. Það hefði basically, þú veist, sko, allavega stærri tvíendu eða einhendu bara, þú veist, fokkin neglaði gegnum draslið, sko. Þeim leiður komið tvíendu í vindi, þú ert alltaf lengst upp í já, sko, bara þegar kemur strengur upp gil, sko, þú veist, þá er bara, þú veist, þú bara kastar svo bara þú ert bara í skaftinu og ryksu já, og bara, þú veist, og ég svo frústrið sem var hjá mig, sko, ég var orðin bila, ég var farin einu overhetta, sko þú veist, og ég var svo reiður maður setja meiri kraft já, alveg, þú veist, það var allt komið í keng, sko þú veist, þá hugsaði með mig, þú veist, Jesús Kristur, sko. En þú veist, þá var þetta alveg farið, sko. Jú, þetta, þú veist, ég ekki segja að veðrið hafi aldrei áhrif á mann. Nei, þú veist, þarna hefði maður, þú veist, ef bíllinn hefði verið hliðin á manni, bara labba upp og sett einhenduna og, þú veist, 9 einhendu og nellt í gegnum draslið, sko. Já. En þarna var ég bara með eina stöng, lengst upp í gili og urlaði, sko, og fekk náttúrulega ekki neitt. Nei, mér finnst oft svona, ég veit ekki hvort það sé bara þú veist, vanti kannski aðeins upp á rétta fræðslu í veiðbúðunum og svona, þú veist, 13 feta tvíenda er ekkert endilega vopn í miklum headwind, sko, eða 10 feta saltwater stöng. Nei, sko, það er bara rosa, þú veist, þú þarft eiginlega að vera bara með 8-9 tvíendu í svona vind til þess að, þú veist, hausinn færi og þá fer taumurinn ekki, þú réttur ekki taumurinn, sko, en þá fer allavega hausinn í gegnum það, sko. Já. Þegar þú komið með, þú veist, mjúka 13 feta sexu, sko, og svo færið þetta í smetti, sko. Bara deyr. Já, þá er það orðið svona, þá þarf það orðið meira, sko. Mér finnst það annað sem að, sko, menn er alltaf einhvern veginn undirbúið sig fyrir vindin. Já. Sérstaklega eins og í Silfsveginu, þá sér maður menn bara rosalega feysaða af logni, sko. Já. Því að þú veist, þá lendir allt svo hart, sko. Þeir jafnvel doppelholla eru með, þú veist, hraðar öfluga stöngin, mjög weight forward línur og svo bara
krassar það á einhverjum spegli sko. Það er ekki síður eitthvað sem það er að huga að sko. Já, það er alveg, þú veist, það er klárt sko, alveg low water og þetta dót sko. Já, þú veist, það er og svo náttúrulega líka bara, þú veist, svo er ótrúlegt í þessu hvað línan skemmir mikið fyrir mig. Þú veist, þegar að, þú veist, maður séð þetta vel eins og í Bláhyl, þar sem maður situr upp að horfa og sér, þú veist, þegar hausinn lendir ofan á fiskum sem er búið að kasta á allt sumarið, sko. Taka svona eitt viðbrað, hringin og mættir aftur, það er búið. Aldrei aftur, sko. Þú veist, það er þannig að, þú veist, mér finnst, ég er lengi alltaf, þú veist, ég er alltaf að lengja taumana eitthvað, sko. Þú veist, það er það maður að kasta, þú veist, taum sem maður getur vissulega presentera. Já. Og það er misjátt eftir veiðimönnum, náttúrulega, en bara kannski eins langan og kemst upp með það rétt úr, sko. Já, það er eiginlega. Ef það er ykkur að hlusta núna sem er kannski ekki rosalega vanur því að vera að taupra tauma á svona, hvað er svona bara þurfum að uppskrift segjum bara fyrir júlí veiði ykkur laxveiða sem að þú svona kannski vinnur svolítið með? Jésús, bara 15-17 fett á 10. Já, 0x. Bara keiftuðu teiparan taum? Ég kaupi bara teiparan lúptauma, sko. Og þú veist, þeir, þú veist, í júlí eins og allavega það sem ég er, þú veist, í Skagafirðinum og fyrir austan og þú veist þessu, þá er ég bara, byrjaði ég raunir bara með teiparaða tauminn, sko, þó hann sé í 17,6 pundum á endina á honum, sko. Þú veist, ef þú nota litla sönri og svona, breytir það engu allavega ekki fyrir austan, sko. Svo bæti ég bara maxima endan á þetta. Kannski í ágúst endar í 12-13 pundum og bæti 12 punda maxima framan á. Þú veist, þannig að það er og svo, þú veist, þegar maður er komin í algjörna karga eitthvað stæði í september, þá er maður farin að bæta flúorkarbon framan á þetta, sko. Þú veist, einhverju... Já, mitt einhverju svona líkuði sílugardæmi. Já, þannig að þetta er orðið 10 punda flúró. Já, mjög... En svona, ég reyna að sleppa flúrónu fyrir austan í grjótunum, sko. En þú veist, það er stundum bara... Þú veist, ekki eitthvað sem maður vill, það er svona necessary evil kannski. En ef hann tekur ekki hitt, þá ertu allavega búin að setja hann á krókin, sko. Já, og það er allavega sjens. Já, það er sjensinn, sko. Þannig að, og ég veit að Denni nota mikið flúró þegar það komið fram í ágúst, sko. Já. Heyrðu, Valið, þeir hjá Skeljung, þeir standa með okkur í þessari dagskrárgerð. Vel gert. Já, toppmenn, eða toppfólk, heldur. Og þeir eru alltaf með þessa spurningu, uppáhaldsflugan. Þannig að, þú veist, ég veit að þú átt margar uppáhaldsflugur, en bara akkurat núna, ef þú þurftir að velja eina flug, þú mátti bara taka eina flug með þér í veiðferð. Segjum bara, þú veist, ekki alveg 15. júlí, segjum 25. júlí. Eina og má ég þú veist, má ég bara nýta henni öllum variationum? Öllum stærðum og variationum og mátt mér sér setja kóna á hana. En bara eina flug. 20. júlí, 25. Já. Vopnaverður, þistilverður. Já, það er alltaf rosalega auðvelt að henda bláma undir, sko, með eftir sumar í sumar, sko. Ég fór nú gætaði einn í Hofsá sem hann fekk 25 lax á 3 dögum, hann fekk 21 ef mann rétt á hana, sko. Já. Þannig að, en ég held að þessum tíma tæki ég bláa metallíku. Bláa metallíku? Já. Pétur Stengrims? Já. Það er geggjum fluga. Já, ég menn, þú veist, líka bara, þú veist, ef þú setur, þú veist, átt hann í mikrokón, þú átt hann í venlunum kón, þú átt hann í, þú veist, svona flott í sönri. Já, ég með. Þannig að, þessi litli kótnana frá Jóninga, Atlantic Flies, hann er helviti öflugur. Hann er mjög dæli, sko. Hann er mjög stuttur og líka alvöru kótna. Já, sekkur alvöru, sko. Þú veist, maður horfir ofta á þessa kóna sem við erum að selja. Þeir eru oft rosalega mikið boraðir út og þú veist, fólk getur bara tekið þetta í lóan á sér og viktað á aðeins og látið aðeins skopp í lóanum. Þessi Metallica kótni er helviti. Hann er mjög góður, sko. Og líka það er rétt starð á kónunum, sko. Já, hann er svolítið svona oversized með þessu sérði búðunum, sko. Já. En er svona, þeir sem er að hnýta sjálfur er vanlega að hnýta með aðeins stærri kónum en þú færið búðunum, sko. Og það líta ekkit eins vel út, eins og, þú veist, þegar ég er að hnýta flugur, þá halda, þú veist, ef þú sægir þar í henduna og segir, djúvill hann nýskur maður. Já, glímir ekki efni í þetta, sko. Það er
þú veist, en þó að kótnin líti, þú veist, asnalega út, þú veist, það, ég meina, Francis kótnin á mér bara Ekkert nema bara kónnin. þú veist, og það ekkert eitthvað að reyna að búa til eitthvað búkin eða eitthvað, þú veist, Francis búkin, þetta bara, ég döpa bara sel og fór ringi og búið, sko. Það ekkert verið að setja einhverja fanir og vefja og eitthvað, þú veist, þetta bara, þú veist, það alltaf minka bara hvað það sekkur. Einmitt. Og það þessi munur á, skilur, fagfræði, flugritingana og svo þessi veiðiflugum sem það raunverulega veið á, skilur. Það kannski aðeins mjóra plast og minna hárum. Það eins og Friðjón búin að vera mjög duglur í veiðiflugum. Hann búin að skipta yfir í íkorna á fullt af smáflugunni á sér, skilur. Já, stytta vængina, miklu þynnri. Ef þú skoðar veiðiflugur Íslands, sem náttúrulega, þú veist, mjög merkileg og frábær bók hjá Jóninga, en ef þú skoðar hana, veist, virkilega skoðar hana, þá mikið að hári vængnum og vængurinn líklega aðeins og langur, sko. En þú veist, það lúkkar á mynd, skilur, það deliverar flugunni, þannig að þú sjáir, en svo, þú veist, ef þú kíkir kannski bóksið hjá okkur gæt sem nýtt sér einn flugur, þá eru það ekki svona fallegar, sko. Það ekki með að vera góður að líka nýtar að gera, sko. Þess vegna byrti ég eiginlega aldrei myndir af flugu hjá mér á Instagram. Ég oft búin að taka myndir af einhverju flugu, þessi veiðileg maður, og svo tek ég mynd af henni og sé bara, þessi ekki að fara að byrta þess staðar, sko. Já, veiðilega flugan ekki alltaf flugan sem er á Instagram, sko. Þannig að, þú veist, ég nýti alltaf bara fullu, skilur, þannig að ég á eiginlega aldrei flugu sem að myndast almennilega, sko. Nei, einmitt. Enda, þú veist, auðvitað, ef maður gerir þú, taka mynd af hrúum, það kannski skást. Já, einmitt. Setja 20 saman og svo sleppur þetta. Það best fyrir veiðiflugur. Það kallast cheerleader effekt. Já. Hefur ekki heyrt þetta? Nei. Ef þú sér hópa klappstýrum, þá það allar sætar. Já. En ef þú sér einu og eina, þá engin aðeins falleg. Klemma. Þannig að þú setur bara marga saman, þá þetta impressive í hóp, sko. Já, ég sendi þér eitt myndir núna. Já. Mynd af góðri fjölskyldu. Já, þú veist, það góð fluga og svona, kannski ekki orðin alveg opinber. Nei. En einmitt, það eitthvað mjög impressið við að sjá 500 flugur á sum sort saman. Já, sko. það eru fína saman. Já, en dítelarnir, ef þú fer að rýna í stykkin, þá þetta kannski ekki að fara í bók. Nei, það alveg ljóst, sko. Já, og megnið af þeim sem eru hérna á borðinu fóru aldrei á Instagram heldur, sko. Ég gerði bók með Bjarnar Róbert á þessum tíma, sko. Munurinn af flugunum hans sem hann nýtti og svo ég, sko, það alveg, þú veist. Já, hann alltaf frábær flugur. Ég hef aldrei sett þetta í bók í dag, sko. Nei, maður var nógu vitlaus sem var ungur að henda þess inn, sko. Það náttúrulega, þú veist, þessi gæðir sem að nýta flugurnar, flottstu flugurnar á Instagram sem allir náttúrulega sjá og eru náttúrulega bara hálfgerð listaverk, sko. Þú veist, ég var að spyrja hann Jóninga að þessu, sko, að hann sagði, þú veist, bestu flugnindar í heimi, þeir veið ekki. Nei. Þeir ekki að nýta þessar flugur til að veiða. Nei. Þeir að nýta flugurnar fyrir flugurnar, sko. Og meðan að, þú veist, flestir á Íslandi þú veist, þetta á að vera eitthvað function frekar en þú veist, bara eins og flugun sem ég væsnum hérna, þú veist, þetta þú veist, ef ég var að nýta þetta fyrir forsíðin á veiðmannunum, þá væri meira af líka nýttur nú kannski 3 stafnum frá ofan, sko. Já, stærri, lengri búk, þú veist, styttri. Ég á ekki einu svona krókall að nýta svoleiði, sko. Nei, þú veist, fyrst þegar ég var að byrja að nýta og keppti í einhverju keppni, þá, þú veist, fekk maður bara mynd svona eiga hlutföllin að vera í flug, skeggja að vera svona, en það ekki veiðiflug. Nei, þannig að þetta alveg rosa mikið af flottum strákum að koma upp núna, sko. Já, alveg geggjaðir nýtara, sko. Svo líka gaman að sjá hvað menn eru, sko, fljótir að vera góðir. Já. Þegar þeir hafa Dave McPheel og þess að kalla það sem að gera það alltaf 10, sko. Já. Og hafa aðgang á upplýsingun til að læra þetta, sko. Það alveg máli. En samt eftir allar flugurnar sem maður búin að nýta sjálfur og eitthvað svona og prófa og sumar að virka, þú veist, maður aldrei gert eitthvað betri flugur mönnrókilar, skilur. Nei, þú veist, og megni að góðu flugunum sem ég að nota, sem ég finnst virka rosa vel, það þú veist, útfærslur á annar manna flugum, sko. Maður trimmaður aðeins til, kannski. Já, þú veist, nýtur, breytir efnum, þú veist, breytir, þú veist, settir einhvern aðeins og þinnir vangi og sleppir kannski undir vangjum og þú veist, einfaldar þetta aðeins og ég meina, þú veist, bara fluga eins og Nighthawk nr. 14 fáránlega sterk fluga, sko. Geggjufluga.
það er svona eina flugu sem var bara svona go-to-fluga minn í sela í mörg ár, sko. Já. Ég þetta Stebbi Hrafns nota hann ennþá mikið, sko. Ég hef aldrei dottið í að nota hana. En þú veist, það var fáránlega sterk, sko. Já. En þú veist, það er líka, þú veist, maður sér, mér finnst oft svona, út af því að maður er búin að einhvern veginn gera það sjálfur, að læra að nýta flugur og alls svo að finna upp alla flugurnar, sko. Þú veist, þegar maður er að sjá menn sem er að byrja að nýta svo mikið af einhverju nýju. Þú veist, masteraði gamla og tweakaði til og þú veist, bara svona þetta er rosa, og þetta er rauninu bara, þú veist, rosalega feill einhvern veginn, finnst mér svona veiðilega séð, það er gaman að nýta já, gaman að búa allir eitthvað pattern, skilur, en þú veist, ef þú ætlar að, þú veist, búa allir 100 flugur fyrir gætir í því, sko, þá er, þú veist, nýta á bara 20 mannarkillir, þú veist, 20 Nighthawk, þú veist, 20 Undertakera, þú veist, taktu, þú veist, og ef þú vilt vera eitthvað fancy, nýta bara nokkra White Wing líka, sko. Já, þú veist, það er þú veist. Þá ennþá eftir að finna upp einhvern veginn fallegri samsetningu heldur en búkinu á henni, skilur, og þú ert líklega ekki að vera að gera það. Nei, þú ert ekki að finna þig, sko. Þú veist, það er alveg, þannig að þetta er, þú veist, það er rosa, þú veist, og þetta er eiginlega bara, ég held að þetta er allir í það sem byrja að nýta, sko. Halda þessi rosa sniðut að hann einhverja flugu, sko. Já, dreita á nöfnum og... Já, þú veist, og því að en sé, þú veist, það er en svo koma svona flugur eins og döttu inn eins og, þú veist, sem er, þú veist, eins og Post-Toss sem er rosa sterk fluga. Gekkifluga. Já, sem var, það er ekkert langt síðan við byrjum að veiða hana hérna heima. Nei, ég meina, menn geta fundist hvað sem frigga, en ég meina, það er svona einhver innovation svolítið nýjátt sem að vera til, þó tvívængjur og svona að vera til. Já, þú veist, það, og þú veist, friggin veiðir alveg svo aðalast. Snældan á sín tíma. Já. Þú veist, það verður alltaf, þú veist, það er margar flugur sem að koma eiga ykkur, þú veist, avatar eða eitthvað, koma, fara. Já. En svo er alltaf ykkur eins og haugurinn sem kannski koma og eru ennþá. Já, alltaf stóð dead í, sko. En það eru mjög margir tilkallaðir en fáir einhvern veginn sem standast prófið, sko. Það er alveg, þú veist, þannig að svo er þetta líka oft, þú veist, þú finnur eitthvað gott pattern sem virkar og þú veist, það eru kannski einhverjir 10 að nota þetta í mismunandi á og menn fara svona eitthvað yfir þetta og það gengur rosa vel. Á næsta ári þá er búið að segja frá þessu og þá eru konir 36 með þetta. Og svo enda með að það er búið að kasta svo mikið að þú veist, þetta er einhvern veginn veiðin flest yfir á 36 veiðimenn, skilurðu. Já. Þú veist, í staðinn fyrir að þú myndir nú dettin á einhverja útfærsla einhverju flugu sem all svínveiði, sko. Ef þú myndir bara grjóthalda kjafti yfir því og vera alltaf með hana sjálfur, þá væri hún betri. En svo fyrst mér átt gaman að dettin á einhverju flugu sem veiðir að bara, þú veist, þessna bara að sitja á Instagram og segja allir frá því. Því að þá er maður sjálfur einhvern veginn komin aftur í að það er bara næsta. Já, það er bara næsta, sko. Það er alveg... Þá ertu búin að neyða því að sé næsta. Meira. Sko. Já. Þú veist, þannig að það er enda líka bara, þú veist, erum við veiðmenn þannig gerðir að, þú veist, einhvern veginn, maður getur aldrei haldið kjafti, sko. Nei, aldrei alveg haldið kjafti, sko. Þó það hafi nú reynt að stundum. Það hefur aldrei virkað, sko, þó ég hafi, sko, reynt að, þú veist, það enda með, fyrst segi ég, sko, alltaf Óla frænda, það er bara alveg, sko, og svo endar alltaf með að, þú veist, það er eitthvað sem er í vesenni og þú segir, taktu þessa, prófa þessa og þá er þetta bara farið, sko. Svo alveg með að skráa eitthvað og þá byrja allir að spurja, sko. Já, mitt það er nú svona var frægur ballett þarna fyrir austar í fyrra með ákveðna sönræði útgáfu. Já, nákvæmlega, sko. Þannig að þú veist, og bara stór gaman að því í rauninni út af hverju sig, hvernig sömur urðu hálf geðveikir í eldastuði hvaða fluga þetta væri, sko. Nákvæmlega, þú veist, þannig að þú veist, þannig að það er og þú veist, þegar við setjum nöfn á einhverja mikrotúb og seint í ágúst, skilur, og mennir að fara að koma í september, þannig bara verður svona ákveð frenzy, sko, þú veist, nýtarar og veiðmenni verða alltaf rosalega sérstakir í þessu, sko. Ég man nú eftir einum mann ekki hver það var eitthvað frægur veiðmaður eða þekktu veiðmaður. Það var eitthvað sem spyrja, hvaða flugu ert að nota? Þú veiðir svo vel, ég þarf að fá svona flugu. Hafðu þú engar áhyggjur af því? Viltu bara byrja að læra að kasta almennilega og svo þá ferður þú bara að veiða fínt líka? Gott svo. Þú leysir þetta ekki með flugunni, sko. Nei, það er hljómar hrokafull, en bara útalega mikil sannleik í. Ef þú gætir, þú veist, valið, þá velur alltaf
þú veist, eitthvað sem getur presentera þetta mjög vel, sko. Já, þú fer ekki bara í takkaskónans Messi og Nei. ert ekki að gera fótbolta, sko. Nei, það er alveg, þú veist, þetta er alveg, Þú ert ennþá bara þú. Já, það er ekkert flóknara, sko. Þannig að, en þú veist, en þetta fluggeim gerir þetta, þú veist, miklu skemmtilegra. Svo er þetta bara gaman. Já, ég segi, þetta verður miklu skemmtilegra og, og maður sé fullt af veiðmenn sem veiða bara sundrei. Þeir veiða fínt líka. Já, þú veist, bara... Og eðlumál sem samkvæmt þá fá þeir alla sína fisk á sundrei. Já, það er klárt. Það er klárt. En þú veist, það er miklu, þú veist, ef maður leifir sér aðeins að trúa á ævintýrið í veiðin ennþá, sko, og þetta sé íþrótt, að ég náði einum á, skilur, Röðan Francis og svo vildi, þú veist, og svo öðrum á Ardili eða eitthvað. Já, þannig að, það er nú líka mjög góð fluga, sko, Ardili Fancy, ég hef búin að nota hana mjög mikið, mjög lengi. Sveik mig í sumar. Já, Svo þegar maður fyrir að ræða þetta, þá er þetta oft svona sömu flugurnar sem svíkja menn sömu sumurinn, sko. Já, það er alveg, og svo eru flugur sem dett inn, sko, þú veist, maður eru nokkur sem lent í flugum fyrir austan sem að svínvirka eitt ári bara, þú veist, það er svona, þeir líður svona bara, ég get ekki sagt nokkur maður frá þessu, sko, maður bara taka bara allir. Svo næsta ári þá ég sem að Messi, sko, bara þessi verður svo geður, sko, það kemur ekki fiskur í það, sko. 2005, þá held ég væri komin næsta hauginn. Já. Það er ekki gefið fisk síðan. Nei, þú veist, þetta er alveg, það er alveg ótrúlegt, sko. Svo er en út því að það er nú ein fluga sem hefur reynst mér einstaklega erfiðlega árið þú. Hefur þú fengið fisk á rösti rætt, eða? Nei, hvorki bláan eða gula, sko. Þú þróttu, hún er jafn þróttu og allir svimp. Já, bara gleymið þessu. Þetta er bara góður, sko. Þetta er búið. Þetta mun ekki gerast. Nei, þú veist, það þarf að halda umræðir, sko. En ég skal alveg viðurkenna það, þú veist, að gæta í Laxel í húsið eitthvað 15. til 20. júli, ég er ekki að fara að byrja með allir svimpskilur, þannig að hún fær svo ekki sénsinn að fá fyrsta nýgengna bjálfan sem að tekur alla flugurna, sko. Nei, maður er búin að veiða með nóga breytum sem krefast þess að veiða allir svimp. Já, hún er ömuleg. Við fórum yfir þetta við mitt og Hrafnfélag okkar, hann var eitthvað, ég kom nú út úr skápnum með það, ég áttaði að hann veiðum stundum allir svimp í september. Og ég prófaði þetta og ég fekk fiski í september á allir svimp. En þú veist, hún er alltaf svona... Það hefði þá verið sela með kón. Ég svar ekki frekar að spila. Plead the fifth. En já, þú veist, ég fekk svona röst í ratt, svo sem verið farið yfir í fyrir þessum þætti, svona, því þetta er svo falleg fluga, gaman að nýta hana og skemmtilega, en það fær engin fisk á þetta. Nei, þú veist, það er svona þrjár flugur sem mann eftir sem eru svona, sem bara finnst bara, það er röst í ratt, allir svimp og garridog. Já, garridog. Þú veist, mér fannst garridog svo flottir, ég sá hana það var ekki veiðiflugum Íslands og Jóninga. Já. Hýttan alveg maður og það hefur ekki kvikindi ólga á þetta, sko, reynda náttúrulega aldrei sett hann á núna í mörg ár, sko, en þú veist, svo kannski þegar maður var að nota með fyrsta var maður kannski svo lilu við, maður átt aldrei séns en það finnst mjög ömuleg fluga líka, sko. Þú veist, svo, þú veist, fáum við vonandi bara, fáum við eitthvað feedback á það séu menn sem að móku við að röst í ratt að núti. Já, það er pott, þetta er eitthvað djöfulli gott að þessi villisingar sé ekki að nota hana, sko. Já. Það er en mér finnst bláa finnst það mjög flott. Bláa er sérstaklega flott. Já, og ég nýtti hann alveg á tímabili, þú veist, og þú veist, þegar ég var að taka sem mesta sessjónu í þessu, þú veist, en aldrei, þú veist, neitt. En samt fær maður að bláa Kolbörn. Já, hún svínvirkar einhvern veginn, sko, en það hún verður líka á svört í vatni. Já, einmitt. Þú veist, einhvern veginn, þú veist, ef þú tekur hana og nýtir hana með svörtum undirvæng og svörtum þræði og öll svart, setta hann svo í vatn og lyfti hann upp og hann er bara svört. Já. Svo er fluga sem maður gleymur átt sem að þú veist, sem er svolítið uník sem að veiði vel, sem er Black Labrador. Já. Þú veist, eins og af hverju hefur maður ekki prófað að nýta alveg rauða Black Labrador? Þú veist, af hverju ekki fleiri rauðar flugur á því? Ég veit að ég prófað að nýta rauða Kolbjörn Special, hún virkaði aldrei. Þú veist, Francis er besta fluga. Já. Þú veist, bara, það er öflugasta veiðiflugan. Já, en ef þú myndir nýta, af hverju er enginn með rauðan íkorna einhvers staðar? Veitu hvað, það er nú einhver fluga sem að það er alltaf rauður íkorni eða ekki hluta til í vængnum á White Wing eða? Nei, það er bara body.
Það er rauður selur í boddíinu. Nei, það er í hverju var rauður íkorni? Það er nú einhverju flugu. Já, hérna Er það Silver Wilkins, eða? ég hef stundum sett rauðan íkorna í hérna svona Harry Mary útgáfu Já. og hún virkar, en þú veist, hún er samt ekki rauð sko, þú veist, það eru svartir endar og hún verður einhvern veginn svört. Hvað er það? Er það rauður íkorni í Green Highlander? Með íkornavæng? Nei, brúnn, gulur, grænn. Sko, það er bara áskorun á menn að nýta rauðaflugu og tjekka hvort þú veiði, sko. Því að þú veist, rauður elli sem er náttúrulega einhvern veginn skemmtilega að skrifa bókin heldur en Francis, sko. Já, nýttu bara rauða kólbun og settu svo bara Francis stilka aftan núna. Já, stilkarnir við það. Ég er búin að leika með það, að setja stilka á allt, grímbara hann og eitthvað lalla. Þetta er helviti. Já, það er alveg, þú veist. Ef þú vilt fara einmitt fyrir unga veiðimenn sem langar rosa búið síðan flug, settu bara stilka allavega á það. Já, þá sérnum bara selduna. Já, nákvæmlega, sko. Það er allt seld að það eru stilkar að Já, það er alveg, hérna, þú veist. Grýnt allt með kúlu. Það var eitt sem sagði hérna í byrjunvali sem ég hjó eftir að ég myndi að, hérna, með flugur og svona, þú veist að ef þú þarft ekki að nota litla flugu, ekki nota hana þá. Nei. Og mér finnst oft svona, þetta blæti fyrir þessum 16 þríkrækjum vera kannski óþarfi. Mér finnst maður kofvera ansi mikið með 14. Já, og þú veist, og bara oft 12 skilur, þú veist. Þetta er hérna, ég er allavega, þú veist, allavega þegar ég er að gæta, sko, og veiða sjálfur, þú veist, fiskurinn sem tekur alla flugur, þú veist, af hverju mundur vilja, þú veist, vera með minnsta mögulega krókin sem þú fær til að spila ná. Og það er hérna og þetta er oft líka bara, þú veist, þegar þú ert að fara að eiga við stóra fiska í þokkalegu vatni, sko, það er rosalegu munur að vera með þetta á bara 12 vír. Já, einmitt. Meiri bugur og þetta er allt einhvern veginn hérna meira solid, sko. Mér finnst maður líka bara að sjá, þú veist, menn er að nota mikið ennþá 8 einendur, stífar 8 og út með þessa litlu króka. Þú veist, það er ekkert protection, þetta rifna bara úr, sko. Já, þannig að ég, hérna, og það er bara, þú veist, þegar þér er að gæta, þú veist, að þá bara, ef ég get eliminata einhverja möguleika á að tapa fisknum, þá ger ég það alveg hygglust, sko. Þú veist, ég er bara með aftan í Sönrey, þú veist, aftan í, þú veist, hálftómu Sönrey, setjum bara 8 þríkrækju þessuna. Já. Bara eins og heldur betur. Heldur vel í lagt samt. Já, veist, það er alveg, þetta lúkar ekki fallega, sko. Nei. Þú veist, þannig að ef ég sé fisk eitthvað og veit að fisk sem er að fara að taka svona no matter what, sko. Þessi Francis fiskur. Já, þú veist, þá hérna, þú veist, og þú veist, og rosalega, svo færi líka svona oft bara einhverja sem að, þú veist, ég er alltaf bara með 10 punda maxima, sko, þú veist, Fíntu vört í langa Já, en ef hann tekur 15 punda maxima líka, veist, er það ekki þægilegra? Já, það vart í, þú veist, fyrir 15. júli í yfir 10 rúmmetrum þá þarft ekki 10 punda maxima, þú veist, þú getur alveg verið með 12 punda. Já, það er rosa þægilegt líka bara að vera út með teipir að 17 punda taum, sko, þegar fiskurinn snýr og finnir í næsta stað og setur þetta ykkur 3 grót á leiðinni, það er rosalega notalegt að hafa bara vita, hann hangi bara á steinunum og 8 og 3 krækju. Þú veist, þá er þetta það er alveg peace of mind. Já. Þú veist, ég man eftir fisk sem að, hérna, ég var að gæta Halla Þórðarinn svona í Hofsá, sko, settum í 103 cm splunkun í hann hæng í Wilson Run og lönduðum honum í Mini Haha. Þú veist, þá vorum við nýbúin að setja 15 punda teiparaðan sem var tæp 20 pund í endan og vorum með Sönrey og svo 8 þríkrækju aftan í. Það var rosa þægilegt þegar hann var á leiðinni og fullið fær niður að vita að hann er allavega ekki að vera slíta á nút. Nei. Og þú veist, þetta er eins solid og hægt er, sko. Það er alveg rétt. Þú veist, maður er kannski, þú veist, jú, þetta með að vera með granna tauma og eitthvað telur, þú veist, þú komir hann í lok júli, ágúst, tala nú ekki september og svona og lengi þetta og eitthvað, en þú veist, ef það eru 5 tifandi sporðar ekstra á brotinu, þá skiptir kannski ekki alveg máli hvort sé mikrohits eða bara Sönrey með 10 Kamasan. Ekki vera, þú veist, riskaði, þú veist, ef þú þarftir sig. Nei. Það er svo oft sem þú þarftir sig, sko. Þú veist, þannig að, hérna,
og það klálega ekki í júlí sko, allavega ekki á Austurlandinu sko. Nei, Þú startið þessu ekki sko. Og svo líka, þú veist, að þið langar að vera í meiri líkum, þú veist, þessi útfærsla, þú veist, gerir þér miklu meira kleift að tósa fiskinn burtu. Já, frá öðrum fiskum. Frá öðrum fiskum, sko. Þú veist, þú ert með 10 punda maxima á endanum og 14 og mikrohits. Þú ert ekki að fara að tósa neitt fisk, sko. Þó 10 punda maxima sé enda töfra. Já, þú tósar með á maximanu en þú veist, þú beigir krókinn, sko. Já, einmitt. Maxima alltaf bara slitnar ekkert annað, sko. Maxima alltaf fann upp snildamarketing. Já, að hafa 10 punda bara 20 punda og þá kvartar enginn. Nei, þá blöffar mann alveg svaðalega, sko. Já, það margt í þessu og annað sem datt í hug, vel að við vorum að spjalla saman hérna eins og fyrir, þið verðum búin að vera svo mikið austan fyrir eins og minni ár og svona, því vorum að tala með menn, eða fólk þyrfti kannski bara einbeitt sér aðeins að grunnatriðanum, þú veist, bara læra að kasta, sem leið og læra að kasta í minni ám, þá þarfti ekki að labba með bakkanum, þá kannski áttu séns á að flugan fara að skipta máli, já. Þú veist, þá getur færa að skipta, þú getur bara sest niður eða fara á hnén við hvítfrísið og teki bara allan staðinn þar, hýft svo bara inn, skiptum flug og það er náttúrulega game changer, sko. Já. Því að menn átt að segja, þú veist, við sjáum þetta alltaf svo sjaldan, sérstaklega, þú veist, hvað fiskurinn fælist hreyfingunum við bakkan, sko. Þú veist, það er bara eins og alltaf með að tala áður fórum að taka upp hamaselinni í Sela. Þú lappar upp með honum í ágúst, sko, og þá sérðu fiskarna bara færa sig. Út. Já, þú veist, aðgengi þar er þannig að þú kemur niður brekku og það svo eiginlega lappa meðfram bakkanum til þess að byrja að kasta. Það ert satt með stóra til að hlífa þér innan við þig. Já, þessu fellur inn í og fellur inn í og allt skilur og þú getur beitt þig. Sko. En þú veist, þeir eru svo innanlega fiskarnir og þú veist, það er eins með Foss 2 í Hofsá. Og þeir þjóti ekki að stað, sko. Nei, þeir bara svona mjaka sér aðeins út í myrkrið, sko. Þannig að, hérna, þú veist, og þú getur ímyndar og þetta einhverjum litlum staði langa og skilur og veiði niður hann og er bara, þú veist, bara í fjöruborðinu, þú færir alla fiskana sem eru innar. Þeir fara ekki að senda í hringi, nei. En þeir vita að það er something's up, sko. Því að það er labbað á hverjum degi, sko. Þannig að því meira sem þú getur bara veitt á staðnum eða frá ofan staðin eða frá honum, þú veist, í betra er það, sko. Staðið frá bakkarum upp á mölni og allt þetta. Þannig að, þú veist, þetta plæjar allstaðar, skilur við. Að, hérna, og þannig að, þú veist, að gera fólk fara að æfa sig, sko, það er bara, þú veist, en þú veist, örugglega muni enginn fara að æfa sig, sko. Nei, enginn. Það er bara, hversu ofta var búin að eiga þetta samtal við kúna sem var búin að vera með ár eftir ár, segir, já, nú sumabústaði, Skorradalsvatni eða eitthvað, ég kannski, já, bara fyrir næsta ár, þá erum við búin að fara og æfa þig eitthvað aðeins. Svo gefur hann, það er með nýja stöng. 10-2, ég kefti nýja dýra stöng, já. Nýja flugur og nýja stöng. Þannig að já, þú veist, þetta er alveg það er en það er þessi betur, þú veist, þá hefur maður, þú veist, eins og ég allavega, þú veist, þá er ég með rosa mikið með, þú veist, ég er með 90% með sama fólki ár eftir ár. Og 95% af þessu 90% þeir verða alltaf betri og betri. Já, búin að alveg upp. Já. Jú, og þú veist. Og veist, mér er alveg sýnst að fólk veist, verður betra og betra og finnst þetta meira og meira gaman, sko. Þú veist, það er alveg, En það er náttúrulega hálfgerð synd að nota daginn sinn í einhverju góðu lagsveiði til þess að læra að kasta, sko. Já. Með leiðsögumanni sem er kannski ekki frábær kastkennari en kannski frábær veiðigætt, sko. Já. Þannig að, það er alveg, þú veist. En svo fær maður náttúrulega oft bara flotta veiðimenn sem er búin að veiða mjög lengi og, þú veist, eru bara, kunna þetta bara allt, sko. Þú veist, það er alveg, Það getur maður jafnvel bara tekið baksæti og reynt að læra eitthvað, sko. Já, ég er alltaf svo, já, þú veist, það er náttúrulega mjög gaman, sko. Þú veist, það er, en einhvern veginn það sjaldan útlendingarnir, sko. Einhvern veginn, þeir eru rosa svona, þú veist, bara í sínu kassi einhvern veginn, sko. Þú veist, þó það er kannski veitt 40 ári í Norri, það er það ekki alveg... Nei, þú veist, það er, það transferar ekki alveg verið í Grímsá, nei, sko. Þannig að, En þú getur svona yfirleitt bara tvíkað aðeins til og... Já. Mér finnst þetta er oft ungir, þú veist, sem eru rosa frjóir og langar rosa mikið að læra og búin að pæla ógeðslega mikið. Þú veist, það er, Draumakúnir. Já, það er alveg, það er rosa gaman, sko. Og það sé líka alveg, þú veist,
þessi gamli breti sem er kastuð upp á 10 sko, það er líka gaman, svo lengi sem mann er opið fyrir því að strippa. Já, þú veist, það er líka alveg krúsjál, sko, ég fekk breska konu sem var rosalega flott í sumar, sko, bara var rosa gaman að gæta hana, þú veist, bara, þú veist, einmitt bara flottu veiðmaður og búin að fara til British Columbia að veiða stílet, þannig að, og þekkja alveg líka harkið, skilur, sem fylgir þessu. Og svo var með henni maður, skilur, sem að, ég tók eina vakt, sem kom með okkur eina vakt, þú veist, og hann var alltaf hérna. Og ég bara, þú veist, hvað það gera? Hvað munur þau? Ég segi, þú ert að hitsa, sko, alltaf að strekka hitsin á milli. Já. Þú veist, hitsa bara... Sekkur, flýtur. Þú veist, þetta villamins virkaði ekki, sko. Það hefði rosa cool að þetta hefði, verið næsta þeng, sko. Lyfta alltaf hitsinu. Dipping. En þú veist, þetta var alveg, sko, þú veist, og það var ekki séns að ná þessu, sko, úr. Nei, stundum maður bara, þú veist, þú ert að fara að gera þetta eins og þú vilt og... Já, þá var líka bara þannig, sko, hann fekk enga fisk, sko, hann bara, ég benti hann bara hvað þeir voru og hann bara dippaði þessu út um allt í kringu það og það kom aldrei fiskur og hún fekk alltaf fiskana sem veitust á vaktinni. Sko. Einhver leiti getur maður, sko, borið virðingu fyrir því ef fólk sannlega sett sig við það, sko. Já. Þú veist, bara, ég ætla að veiða svona, hvað er fiskurinn og svona. Já, bara flott, sko, þú veist, og bara eins og maður sem vill bara fá á einhver ákveðna flugu bara einhvern ákveðnum hátt, skilur, alveg tilbúin að 0 3 vaktir og fá hann svo eina bara á 4. vaktinni, sko. Já. Þannig að, bara more power to him, sko. Já, og ég meina, þú veist, þeir sem vilja bara við á þurrflugur, skilur, bara, þú veist, bara great for them. Fyrir, svo tökum við þetta saman inn í lokinvali, fyrir þá sem eru að hlusta og eru svona búin að vera, já, þú veist, það er náttúrulega bara mikil sprenging í hnýtingum og menn er að hnýta og Friðjón er náttúrulega komið með stóra og mikla nýtingadeildnir í veiðflugum og kannski 2, 3, 4 flugur sem að menn ætti að bæti í bóksið sitt sem að kannski væri betur nýttar með stuttum efnislillum væng sem fá ekki búðinni. Ég get alltaf sagt að eina flugur sem að ég hef búin að nota í mjög mörg ár sem að þú veist, ég nýtti bluebött. Já, sem bara greenbött með blá. Já, og svona sægrænu bláu, sko, svona Kolbjörn Special bláu. Það er flug og svo seti bláan undirvæng á hann líka. Já, ok. Íkorna bæði það. Já. Þannig að, þú veist, þetta er þú veist, ef maður hnýta mjög einföld fluga. Bara svona vinnuhestur. Já, og helst á dökkan krók, sko. Já. Þannig að, þú veist, svo eiga alltaf allir að hnýta Kolbjörn Special. Því að, þú veist, hún er bæði góð snemma og seint. Já, tildulega einföld. Já. Það er átt svona kannski, þú veist, maður stendur anspænir þessum fallegu flugum sem Nils er að búa til og maður er svona, ég þarf að vera að kaupa 6 efni í þennan búk og eitthvað svona. Þú veist, það eru margar flugur sem maður notar eftir Nils, sko, sem maður er búin að einfalda, þú veist, það tekur helmikið efninu burtu og þú veist, hún er samt pretty close, sko. Já, hann er náttúrulega, þú veist, hönnuður og er með gott auga fyrir litum og svona. Já, þú veist, það er hann á margar flottar flugur, sko. Maður sér mitt oft þegar að menn er að búa til þessar flugur sem vorum að, þú veist, og maður hefur gert það sjálfur, þú veist, og sem fyllt að litum, flottum litum, þegar þetta er komið saman á önguluna bara svona, Já. Þetta er ekki alveg heilsteift, sko. Hann er að klúra sér saman heldur vel, sko. Það eru margar helvíti flottar eftir hann, sko. Já, töff Tintin. Já. Alltaf fálmarar á henni. Já, fálmarar á henni, sko. Og núna náttúrulega, ágætt kannski að því að hann deildi henni á Facebook í vikunni út að hann Völli var að falla frá fyrir norðan og sendi bara samúðarkveðjur á alla þar, mikill meistari. Já, mikill. Hann gerði flugu í svona, já, ekki í minningum, hann heldur bara fyrir hann sem heitir Völli og bara glæsileg fluga, skilur við, það er einhvern veginn, maður aldrei geta límt þetta saman sjálfur. Nei, og þú veist, svo er kannski maður að hnýta flugur eftir hanskilur og svo líta svo fáran út, hangallu bæti við, sko, bláum jungulkokk. Já, eitthvað, þú veist, sem er bara, og hvernig endaði flugan þarna einhvern veginn, sko, þú veist, en það er svona, þú veist, hönnur, það ertu alltaf hönnur. Já, það er við, ég er bara flugurítari. Já, þú veist, ég eiginlega bara, þú veist, allt sem ég gerir bara stólið frá öðrum og aðeins breytt, sko. Já, og kannski bara ágætis leið að fyrir það sem er að byrja að hnýta lagsflugur og kannski, þú veist, Harry Mary og Blue Charmer er búin að vera í bókinni í 100 ár út þegar það virka, sko. Já, og gerið frekar ykkar variationur af einhverjum flugum, sko, þú veist.
í staðin fyrir að vera alltaf að finna upp hjólið frá grunni sko. Já, þú veist, það er, þú veist, mér finnst það alveg, þú veist, það er allavega ekki margar flugurnar sem maður hefur búið til frá grunni sem maður hefur farið út og gert eitthvað góða við, já. Nei, nákvæmlega. Þú veist, það er, Ég á eina góða flug, en það er út því ég gerði bara svo lítið. Það er gullkrókur og græni. Já, nákvæmlega, sko. Þannig að, Svo virkar hún ekki fyrir neitt annan en mig, veit ég. Er ykkur fleiri sem eiga hana? Já, jú, eða þú veist, hún er nú alveg virkað fyrir einhverjum, en hún virkar ekki fyrir virki, það er alveg ljóst. Hann kastar hann aldrei fyrst. Nei, hann kastar hann aldrei fyrst. Og ekki rétt, sko. Nei, svo er kastvinkillin alltaf villus. Já. Hann er alltaf, svo náttúrulega er ein fluga sem er alveg ótrúlega góð og það er náttúrulega Undertaker. Já. Þegar það fara að koma myrkur á kvöldin. Já. Og ótrúlega einföld náttúrulega bara í nýtingu líka. Já. Og svo önnur sem að hefur gefið okkur mjög vel. Gott ég geti kjáttað ykkur leinuvopnum frá Óla. Hann er alltaf að því líka. Það er Thunder and Lightning á Gullkrók Longtail. 16. Þú ert komin seint fram í ágúst, september fyrir austan. Ekki fluga, ég er með eina henni í væsnum með mér. Já, og þetta er alveg, en hún er svo leiðilega hnýtana, ég kaup hana bara í búð. Pain, sko. Já. En þú veist, þetta er náttúrulega, þú veist, við erum að tala um Monroe, Thunder and Lightning, Autumn Hooker, þetta er þetta appelsíngula, brúna, svarta. Já, og þessi Thunder and Lightning sem er bara úr búðunum, og veist, á 16 gullkrókin, hún er einhvern veginn, svo setting er svolítið off, sko, því hún er eiginlega alveg, hún er vel löng, hún er hálf tomma, eiginlega hún er tomma. Þetta er léttu sönri bara, já, sko. Og veist, en alltaf ótrúlega léttum krók. Og ég, veist, margoft, sko, fengið, veist, fiska í ströggvaktum. Og menn kannski geta ekki pælt í því, sko, að þessi longtailfluga er með, þú veist, bucktail í longtailinu, þannig að hún er ekki, þú veist, hestur verður miklu þyngri og meiri vatni, þetta er meira lifandi. Já, þannig að þetta er en hún er svo leiðilega að nýta, ég myndi aldrei kalla ammer að nýta þessu. Nei, bara sama, ég nenni ekki að nýta þessar 16 þríkar. Nei, sko. Það er bara, þú veist, það þarf þá að vera eitthvað alveg rosalega uník pæling sem maður sest niður og setur hann á, sko. Eða nýta eitthvað sampúl til að láta senda út. Já, senda á Kenyamanni góða. Þú veist, ég var að nýta það mitt á 16. daginn fyrir Friðjón, sko, það var bara sampúl, sko, Já, það er að passa þig. Þú lætur hann allan ekki á símanum og Tommy í veðurportinu. Ég gera það kannski núna. Núna svara maður öllum. Ertu að hjáta eitthvað? Allir, Kenjamenn sem senda á mann á Instagram, nú sendur maður bara alltaf símanum á Tomma. Þessi versla. Það væri til æra óstöðu Við kannski gerum í honum síma þetta virkir þykist vera frá Kenja. Sjá hvernig hann tekur í það. Það er vittislegt. Takk hérlega fyrir konuvalli og spjallið, þetta var mjög fróðlegt. Takk fyrir mig. Við minnum á Patreon síðu Hilsins, patreon.com/Hilurinn, en eftirvarandi snillingar eru velgerðamenn Hilsins, það er Óskar Örn Óskarsson, Ólafur Finnbogason, Stefán Sölvi Pétursson, Ragnar Danner, Marvin Þrastason, Jón Þór Tryggvason, Jón Þór Júlíusson, Jón Magnús Guðmundsson Bleikja, Jóhann Freyr, Hrafn H. Hauksson, Hilmar Þór Sigurjónsson, Heiðar Bergmann og Þorsteinn Þorsteinsson, Haraldur Orri Björnsson, Gísli Ásgeirsson, Brynjar Ágúst Snædal Agnarsson og Ari Þórðarsson. Við þökkum ykkur kærlega fyrir.